þá loksins komið að þættinum sem margir hafa beðið eftir. Þetta örugglega mesta request bara topic sem við fengið. Já, enda Og gestir. já, þú veist, mætar 2 podcast, Tveir heimar. Tveir heimar, já, saman sem að náttúrulega hafa það sameiginlegt eiga mjög mikið að sömu hlustendahóp, sömu áhugamál og tala um sömu hlutina. Þetta bara aðalt samkennisaðali tepóðsins. Í raun og veru. Já. Og loksins mætir hann. Þannig að hann var lengi ekki búin að þora í, sko. Nei. En við tókum á skarið. Já. Alltaf svo vægi sem við töfum meira. Já. Við erum stærri aðalinn hérna. Já, algjörlega. En í þessu þætti erum við að fara að fá Hjörvar Hafliða, eins og við viljum kalla hann herra fótboltaspil. Já, herra fótboltaspil. En eins og fleiri þekkja hann sem doktor fótból. Ég er bara mjög spennt að tala við hann, sko. Já, ég líka. Þegar að því kemur. Já. Ég ætla fyrst að fá mér Happy. Já, ég líka. Ég þarf að vera með góð steinefni til þess að meðtaka þetta. Einmitt, við erum að fara að fá the tea. Já, við þurfum líka að minna okkur á, sko, þú veist, og muna að, þú veist, það er náttúrulega, manni getur orðið heitt í hamsi þegar maður tala fótboltaspilara. Einmitt. Af því að, Það þarf alveg, já, við þurfum kannski alveg að slaka á, sko. Við þurfum að slaka á, vera bara með, þú veist, bara mikið af góðum söltum og bara svona vökva jafnvægi. Já. Skilur, áður við letsum inn í þennan þátt. Það er dálítið mikilvægt, sko. Og það er sko að við gerum það með Happy. Við ætlum að vera í bleikabræðinu í dag. Við erum í bleika, þetta er bara svo fallegt. Ég veit að þetta er náttúrulega bara fallegast fyrir okkur, sko. Við vitið að bleikur er okkar litur, sko. Já, algjörlega. Eða hvað vitið þið það? Nei, ég heldur sér ekki. Kannski, allavega, það er upp á hluturinn okkar. Já, en heyrðu, eitt sem ég finnst loksins að vera að fá krediti sem það áskilið. Það er dívan okkar. Já, Ertu ekki sammála? Jú. Besti dívan, ef Besti við erum snúsing on it. Án gríns. Bara, nei, þetta er best í heimi. Gersamlega. Já. Og farið og kaupa og það er svo gaman núna að sjá að fólk er að gera alls konar skristir og Fólk var að setja á bolluna sínar fyrir bolludaginn. Fólk er bara farin að setja þetta bara á bláberi sín, bara á hvað sem er. Popp, jarðaber, alls konar bara frista þetta líka, setja á bara svona plötu eða box og frista og búið út í súkkulaði. Geðvegt. Fullkomið fyrir páskana Já. sem eru framöndan. Þannig að þú veist, ef þið eru að gera eitthvað skemmtilega uppskrift með besti stífinu, ekki glemma að taka okkur. Takkja okkur, endilega líka bara sendið okkur ef við meðum deila því, það var geðvegt. Já, það er Það var mjög skemmtilegt. Það er búið að vera mjög kannan að sjá okkur spreyti ykkur í þessu, sko. Já, ég er sammála. Og líka bara besti sem ég veit er bestis poppið, sko. I can't get enough. Þetta er hræðilegt, sko, hvað þetta er gott. Alveg hræðilega gott. Það er hræðilega gott, hryllilega gott. Hrikalegt hvað þetta er gott, sko. Nei, ég er búin að gera það líka. Emblu fyrst að gegja það líka bara miklu meira sport að gera allt bleikt. Einmitt. Það er allt betra, það er allt fallegra. Já, sammála. Og svo er líka, þú veist, ís og popp geðað mikið kombo. Þannig að bestís dívan á poppið og með bestís ísnum. Rosalegt, nice. sko. Já. Þetta á bara að verða svona family household, bara svona svo eðland, skilur, það á bestís poppið, bara it's a thing. Einmitt. Er það ekki sammála? Sammála. Já. Gerum þetta nýja eðlunni. Já, þetta er bara, this is the new eðla, sko. Getur keypt ykkur fitnesspoppi eitthvað, vilja hafa þetta svollara eitthvað. Einmitt. Ég veit ekki, já. Easy. Já. Og líka bara, ég okkur langar í þetta núna. Akkur fari ekki bara í samkaupsappi og panti þetta heim. Einmitt. Beinstilega heim. Það er bara eitthvað sem að maður svona dálítið gleymir svona eftir að COVID kláraðist og það. Ég veit það. Það gleymir maður að nota heimsendíkuna. Maður er snúsing on it. Já. Og svo bara every time maður gera það, þá er maður bara eitthvað, hvað rammir? Það bara vantar eitthvað eitt úr búðinni. Þú farin samkvæmsappið. Þú veist, þá getur elda á meðan. Já. Og svo bara kemur það sem vantar. Bara Coca-Cola, skilur. Já, og líka bara, þú veist, þú tekur eftir bara, ok, þetta vantar, setja í körfu, skilur. Svo bara svona, bara í endadags eða bara 3 dögum setna, ok, hér núna ætla ég bara að ná í allt sem vantaði, skilur. Og bara, þá kemur það bara heim næsta dag eða saman dag eða hvað sem er. Bara líka svona smá skipulag, skilur. Og bara eitthvað, þú vaknar á morguninu, bara eitthvað, oh my god, það er svo ógeðslega busy dagur framöndan, hvenær á ég ná að fara í búð? Panta, og það er bara komið. Bara easy. Getur tekið til pásunniðinu bara. Já. Það er svo þægilegt. Svo þægilegt. Það er eitthvað svona, við þurfum að taka þetta betur upp aftur, sko. Já. Mér fólk alveg vera að snúsa á þessu. Við skulum hérna bæta okkur í þessu. Já, klálega. Og hvetjum ykkur til að bæta ykkur í því að panta ykkur mat heim. Panta netto heim. Best. Það held ég. Það er ekkert betra. Ég held það ekkert betra, sko. En annað sem er líka bleikt, að þegar við erum svona á bleiku toppikinu, herru, blush. Blush er mjög bleikt, every time. Já. En þau eru með þess að blush barinn. Það er ekkert eðlilega sniðið. Já, þetta er bara Dalvegi hjá þeim, þannig að þetta er ekki á Akureyri, eins og er. En þetta er í búðinni þeirra á Dalvegi og þetta er líka svona, þú veist, ef þið búið út á landi, þá hlýtur að vera orðið svona eitt af
dæminu sem þú gerir þú kíkir í Reykjavík höfuborgina að kíkja í Blöss, er það ekki? Bara stóru Blöss, já. Blöss. Já. En barinn hefur sér svona 4 hliðar og þú mátt velja þér vöru af hverri hlið ofan í svona Blöss-box og Blöss-boxi kostar 10.990 þannig að það er að gera mjög góð kaup að þú veist velja vöru fyrir miklu meira andvirði. Þetta er mjög sniðugt. Og líka þú veist, bara eins og 10.990 bara ef við verðum að gefa afmælisgjöf saman skilur, geðveikt sniðugt að gefa fattar og þá getur líka valið bara svona, þetta er ekki box sem er bara tilbúið, þú velur. Já, getur svona personalize it. Já, það er skemmtilegt, sko. Þannig að, já, vildu bara minna ykkur á ef þið eigi leið hjá í Blöss, eða bara gerið ykkur leið, kikið í Blössbarinn. Búið til. Do it. Já. You know we will. Já, þetta er alveg skemmtilegt, sko. Mjög skemmtilegt. En aftur á fótboltaspili, sko, við erum ekki búin að tala við hann. Nei. Hann er bara að koma. Hann er á leiðinni. Við vorum með ræði bara, við vitum ekkert hvernig hann varð forsvari fyrir einhverja fótboltaspilara. Já. Mér líður bara eins og sé bara svona hvernig getur lýst því? Bara svona mér líður sem hann myndi vita bara hvert einasta hlut bara fótboltaspil. Fyrst svona eins og hann sé og já, ég er að finna eitthvað svona Fyrst, er hann Ragnhildur Steinun Eurovision? Hún veit allt Eurovision. Veit hún allt Eurovision? Nei, ég veit ekki. Segju svona. Mér svona, kannski Dr. Phil Sálfræðinga. Bara svona frægast. Já. Dr. Fútból, Dr. Phil. Já, sagt einmitt. Ætlaði að koma það? Góð spurning, hvaðan kom það? Ég er spennt að spyrja. Já. Það er áhugavert, sko. Doktor. Við kallum hann herrar fótboltaspil. Já. En að því doktor er svona smá ennstorð. Læknir hvað kallar maður svona lækna? Já, það er bara doktor. Þú getur það, með káfi bara? Já, doktors, já. Mér langar einmitt að fara í doktorsnámi sko bara til þess að geta Já, það kemur ekki frá því að hann sem er doktorsnám eða svona gráðu. Haldur sem er doktorsgráði í fótbolta. Gæti alveg verið. Það gæti verið. Gæti maður fengið það? Er það nám? Bara í svona íþróttafræði eitthvað. Já. Kannski er hann með það. Oh my god. Svo kemur það, hann er doktor fútból, hann veit allt fótboltaspil. Ok, iconic. Það er alveg iconic, sko. Þá má hann alveg heita það. Já. Doktor fótboltaspil. Já, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig það kom og þannig og hvernig hann var svona forsvari, en ég er mjög spennt að fá að vita aðeins meira. Ég líka. Þetta er stór menningar heimur, bara sem að við tengjum ekkert við. Við vitum ekkert sko. En þú veist, við vitum alveg mikið David Beckham til dæmis, að hann er alveg góð. Já, ég veit alveg eitthvað, ég veit ekki nógu mikið. Horfðu aldrei á spóluna? Ég klára hann aldrei, nei, já, hann inni, sko. Ok, ég var bara, þetta er alveg 10. Já, þú náttúrulega horfður á spóluna og svo fórum við... Við ætlum alltaf að taka þátt það, þú varst þá örugglega ekki búið með það sem að gera það, ekki? Já, ég held að það sé vandamáli. Fuck. Þau eru iconic, Victoria og David. Mjög iconic. En það var ástæðan, þú vissi hver Sir Alex Ferguson var þegar við fórum síðan fórum á fótboltaspil. Nei, það var áður, eða ekki? Nei, þú varst búin að horfa á spóluna. Búin að horfa? Já. Annars myndi ég ekkert við það. Nei. Hljómar svo fucking köttur eða eitthvað, sko. Sir Alex Ferguson hljómar eins og köttur. Ok, ég myndi alveg skýra kött með það. Þetta er þetta mjög flott kattanafn. Finnst það ekki? Já. Mér finnst það geðveikt. Já, það eru til kettir með þetta. Ógeðslega cool að skýra köttur sem Sir. Já. Kettir er alveg svona sirs. Já, þeir eru miklu meira sirs heldur en voffar sem er bara... Já. En Bruce er svona hundur sem er Sir. Hann er orðin Sir. Hann er bara Mr. Mr. Wayne. Já. Nei, en þú veist, af því að hann er svona smá, þú veist, ég horfa átt á Rómi og ég bara, hann er ekki hundur. Já. Bruce er alveg smá svona köttur en svona fáaður, skilur. Hann geti alveg Sir. Stundum þegar Bruce lætur þessu hundur og ég bara, what? What are you doing? Are you a dog? En já, eitthvað vantar nafna og köttin ykkar. Já, þetta er fárlega hugmynd, sko. Það er alveg cute, sko. Alltaf fólk skýrir, þú veist, auðvitað skýrir dýrið alltaf eitthvað, en ertu búin að skýra bíliðin eitthvað? Nei, ekki nýja, sko. Nei? Við vorum alltaf að fá annan bíl frá Góliður sem er alveg næs. Ég er alveg, já, þetta er svona, maður þarf eiginlega að byrja að komitta að skýra bílaleigubílana líka. Já, auðvitað. Þeir eru, þú veist, partur af okkur, sko. Já. Af því, þú veist, síðast sem vorum á, ég reyndi að skýra hann ekki heldur. Nei. Við verðum vel að, þú veist, en síðast sem vorum undan því, þú veist, þeim var náttúrulega þarna Fox og eitthvað svona. Fox 69. Já. Iconic. Þú veist, og svo undan því, við náttúrulega, sko, við erum búin að spila langleigu. Langtímaleiguna.
langtíma leikin ógeðslega lengi. Já. En já, við erum búin að vera núna með 2 hjá góð leigu og við erum ekki búin að skýra á. Nei, en seinustu bílar sem við vorum á voru bara svona the tanks, einhvern veginn. Já, þeir voru svona tanks. Já, ég elskaði það samt, sko. Bara Mitsubishi og okkar. Já, þú veist, maður þurfti að venjast. Já. Við vorum alveg svona, þetta er ógeðslega stór bíl. Já, núna er ég bara svona, mér langar bara að stóra bílinn minn. Já, ég veit að núna er svona, ég get ekki fyrir minna. Nei. Það er svo vanur eitthvað svona stóru. En það er rosalega það, ég held að vera svona fake stórum bíl, en já, þessi er einhverjum það. Já, við erum ofta að vinna með það, sko. Svo okkur líður þessi að jeppa, en þeir eru bara jepplingar. Já. Eða jafnvel fólksbílar, skilur. Þannig að það er sjúklega næs. Já, sjúklega næs. Og bara minnum á hvað er næs að vera með bíl í bíllegu, þú veist. Svo margir svona auka kostnaðir sem fara með henni í skoðun sem að þú þarft ekki að borga fyrir. Nei, bara, þú veist, maður er alltaf gett stressaður með þetta skoðunadæmi þegar maður á bíl. Já, því það komið nýtt ár núna, pæli í þessu, þegar núna þurfum maður að pæli þessu. En svo þegar maður er með bílabíl, þá fær maður bara e-mail, heyrðu, þá komið farið með henni skoðun. Heyrðu, farið með henni skoðun, vinkona mín. Já, heyrðu, ég þarf að pæli því kannski, ég fór að gleyma þessu. En þú þarft ekki að borga fyrir það. Nei. Hversu næs. Og bara þeirra kostnaðan alltaf. Já. Geta eiginlega þægilegt. Geðveikt næs. Þannig að við ætlum aftur að mæla með því. Svo er náttúrulega, þú veist, talandi svona styrktaraðala, Coca-Cola. Þetta er eitt stærsti styrktaraðali fótboltaspils hverju ári. Aha. Já. Allan á HM, það er alltaf eitt svona stærsti á HM. Hvað er í sumar núna? Er HM eða EM eða eitthvað? Við þurfum að spyrja herra fótboltaspil. Já. Er það bara alltaf? Nei, ég er alltaf 4 ára fresti. Og líka HM? Já. Mér líður þessi nýbúið að vera. Var ekki nýbúið að vera EM? Þá er HM kannski ár. Já, kannski. Það er ekki 4 mánuðir eftir það? Kemur það ekki strax? Vinna EM og svo sem vinna EM komast í HM? Nei, ég held að það sé alltaf 9 undan. Ég veit það ekki. Nei, ég hef ekki hugmynd, en mér langar ekki að segja eitthvað, nei, held ekki, en ég veit ekki hvað ég að segja þá. Þú hlýtur að vinna EM og komast þá áfram í HM. Ég held að sé undan. Ég held að sé bara sér. Keppum við alltaf í bæði? Ísland? Já, en við komumst aldrei eitthvað að geta langt áfram. Nefnum að stundum, einu sinni. Þetta er svona eitthvað. Senda okkur í þetta. Hefur eftir mann æft fótbolta? Nei, en þú? Ég hef. Já, þú hefur nefnilega. Þú átt að vita meira en ég, sko. Ég hef aldrei farið bara á æfingu. Ég hef alveg farið marga æfingar og eitthvað, en bara að æfi nokkur ár. En ég var aldrei eitthvað að horfa á kallafótboltaspil í sjónvarpinu, sko. Nei, en þú kannt þá eitthvað svona stöður, hægri bak og eitthvað svona. Er það ekki? Ég var mjög lítil, sko. Já, ok, hvað varstu lítil? Ég var kannski svona 3. til 5. bekk eða eitthvað. Þannig ég var bara að leika mér að þessu, sko. Eða þú veist, það var ekki serious. En svo voru vinkonum mín og þær voru bara get serious. Ég var hana bara for the cardio, sko. Já. Og þær voru í þessu. Gett ung. Já. Here for the cardio. Ég var alltaf að prófa nýjar íþróttir. Ég prófaði allt. Já, ég prófaði rosa mikið, en ég prófaði aldrei fótbolta. Já. Skilja ekki. Nei. Ég komst að því að ég fíla mig ekki í, þú veist, stuttbuxum og háum sokkum. Já, einmitt. Ég rætti þetta við daginn, sko. Já, alveg Juno, búningarinn okkar í áskrift, sko. Já, þú veist, átveitinu voru ekki alveg nógu cute fyrir mig. En ég reyndi alveg stick to it, sko. Þú og Embla eru sama manneska. Aha. Hún meikar ekki. Það er fótboltabúning, sko. Það er ekki falleg. Nei. It's not cute. Það er bara, má ég verið bleikum buxum undir, please. Já. Ég er bara, en það er ekki, rosalega smart við hennan græna breiðablikslit. Og hún bara, please, en ég finnst það hræðilegt, sko. Já, það er það. Og svo er þetta bara geður stór logo alltaf. Við þurftum eiginlega að fara að sponsa fótboltaspil og vera með besties. Ég veist bara, við erum 100% til í það. Já. Bara í alvörunni. Eitthvað bleikt lið. Já, nei, bara ef þú vilt gera liðið eitt bleikt. True. Þú veist, ég er alveg til í að taka bara valið að breiðablik og bara besties. Þú veit ekki hvað svo hluti kostaði, bara að við erum örgulega talking way above our head. Það gæti alveg verið lítið eitthvað staklega. Já, halló. En þá skulum við horfa. Já, bara, halló. En það er alltaf bara, þú veist, ég hef aldrei hort mikið á íþróttir í sjónvarpi. En þegar ég gera það, þú veist, þegar vinkonum mínar sem að fíla þetta eru með þetta í gangi og eitthvað, þá er ég bara svona, þetta er svo mikið, einu sem ég er bara að horfa á auglýsingar. Já, ég ætla bara, sjá þessu auglýsingar, þetta er alltaf, þú veist, bara inn í, þú veist, dæminu er alltaf svo mikið að leyni auglýsingum. Það er svo áhugavert við þetta allt. Einmitt. Það er svona líka að horfa á Super Bowl
Já, við horfum á auglýsingunum 100%. En maður sér einmitt oft Coca-Cola á vellinum, þú veist, þegar kemur að fótbolta og eitthvað þannig, sko. Þannig, já, þú veist, ég man þegar við komumst þarna, ég man ekki hvort við komumst á HM í fótbolta, en allan að Coke gerði HM auglýsingu fyrir. Já. Hún var ógeðslega flott. Já, það var þarna þegar Víkingaklappið var sem hæðist, mann eftir því. Já, mann því. Og þá gæti maður fengið eitthvað svona Coke-varning, svona, það var skemmtilegt. Já, það er alltaf gaman, þú veist, þegar Ísland kemst áfram og horfa fótboltaspil þegar það er eitthvað þannig, sko. Það er alveg gaman. Þú veist, for the fun of it, sko. Mér finnst það alveg gaman, þegar það er í gangi heima á mér, er ég svona, ok, ég fyrirgef það, en þú veist, bara hvern einasta sunnudag þessi eitthvað fótboltaleikur, eitthvað, þú veist, Liverpool Chelsea aftur, voru ekki hittast í síðustu viku. Það er þreytt, sko. Þá var bara svona, come on. En ég meina, masterminds að vera búin að heila þú að lasa kallmenn, sko. Mér finnst líka, það sem ég finnst svo áhugavert, svo spennt að spyrja hann, er ok, í litflug, hvað eru margir sem spila í liði? Ég veit ekki. Það er markmaður, svo eru varnamenn, mér er þessi 2, og svo eru hlýðagæjanir. Ok. Ég vil langa að segja 7. Í liði? Ekki liði, á vellinum í einu, svo skipta það ekki mikið. Er ekki fleiri en 7? Inn á vellinum? Já. Við þurfum að spyrja eftir. Ok, allavega, anywho. It's been a decade síðan meira síðan ég spilaði fótboltaspil, sko. Ok, bara anywho, skiptir ekki máli, en þú veist. En það er náttúrulega 7, skilur, þá er náttúrulega mátu ykkur öðrum, þess að lukka svona margir. Þeir eru ekki fleiri en 7. 1 í marki, segjum 2 varnarmenn kannski, 2 frammi, eða 2 á hlíðanum og 2 frammi. Það er 7. Það eru ekki meira. Eru þeir ekki svona 14 eða eitthvað? Ekki hverju liðinu, ég held ekki. Ég veit ekki. Nei, kannski ekki. Það var ekki að skrítið, það var bara 28 kallmenn bara ég hata því ég efast þig og svo hefur þú rétt fyrir en þú veist, þú hefur búið rétt fyrir ég á ekki að vera efast þig. Ég held að sé ekki meira en þetta, en það var alveg dálítið mikið að gaurum eitthvað inn á velli þá. En punkturinn minn var með þetta er að þú veist, mér finnst svo magnað þeir fylgjast með svo mörgum liðum, þú veist spænska deildin, ítalska deildin, enska, íslenska og þú veist, þeir þekkja nöfnin á þeim öllum og þeir eru bara, þessi þjálfari og það er bara svona, þeir fara bara í nýtt tungumál, þeir eru bara að tala bara, þú veist, ástæðan okkur oft strákur ekki að góður í landafræði og vita ekki að mikið af svona litlum bæjum eru bara út af fótbolta, sko. Það er ekki því þeir eru eitthvað meira vel gefnir. Nei, og svo munar ekki svona hvernig kærastinu sín er ammæli. Nei, en svo þú veist, þeir eru bara svona, byrja okkur vitið svona ógeðslega mikið Kardashians. Ok, það er bara svo eitt lið. Þið veitum alla. Já. Af hverju eru með space fyrir þetta? Mér finnst það svo grillað hvað þau geta vita mikið þetta. Já. Og verið með mikið space fyrir þetta í hausnum á sér. En svo, ef maður veit eitthvað gett mikið Kardashians, ef maður veit eitthvað gett mikið Real Housewives of Beverly Hills, þá maður bara, hvert er tímaninu við? Eins og fótbolti sé eitthvað, þú veist, meira svona heila efni. Já, þetta er bara skemmt efni. Þetta er bara alveg jafn heilalust og bara raunveruleika sjónvarp. Þeir hlaupa eftir bolta. Basically horfa á reality TV. Já. Bara sparka mikill í einhverjum litlum bolta eitthvað. Já. Hitta í geðveitt stórt mark. Svo eru hinn að kaupa þennan og færa sig lið. Skiptum outfit. Þetta er basically Love Island. Þetta er meira bara Sims eitthvað, skilur. Þetta er bara svona þeir eru að leika sér með alvöru peninga, skilur. Já, satt. Og Love Island, þá er fólk að kaupa texta og eitthvað svona alvöru pening til að vinna eitthvað pott, skilur. Í Love Island? Já, þú hefur ekki séð svona þegar fólk er eitthvað að reyna að vinna henni pott. Já, hvernig að vóta fólk og eitthvað. Já. Fólk er að vóta eitthvað út og comparability dæmi. Það er satt. Til að vinna the 50,000 pounds. Já, og líka bara þú veist kjósa your favorite couple og bara favorite fólkspilari þín. Þetta er bara same shit. Já, þetta er bara, ég veist. Nema þetta er meira svona réttlætt. Já, þetta er mjög réttlætt, nefnilega. Já, eins og þetta sé bara eitthvað geðveitt. En þú veist, bara fair enough, skilu, því með að hafa eitthvað skemmtiefni, en bara ekki gera grín og okkar. Leave us alone. Já. Ég held það. Já. En ég hef ekki bara spyrja hvað eru margir fótboltaspilari í einum fótboltaliði. Jú. Og bara segja, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Ég nefnilega held sko að við sem er sama hlustendahóp. Ok, wow. Já, heldur það ekki? Jú.
Ég veit ekki, nei. Vorum við að segja þetta í intro náðan og komst inn bara, þú veist, loksins saminist þessi heimar. Já, þú veit þetta flott hjá okkur. Já, takk. Geðu ykkur staður og lúk og allt þetta, hver hérna er eitthvað sem hannaði þetta að gera þetta bara sjálfur, eða? Það er bara við. Bara við, sko, já. Þetta er ógeðslega flott. Takk fyrir það. En þú ert líka með svona set-up, eða ekki, þú veist ekki bara inn í ykkur herbyggi. Nei, það er semst ég bæði með smá svona podcast herbyggi og svo er líka með svona frammi flottara dæmi og þú veist, gott hljóði líka hjá okkur og þú veist, ég var hlustað á Auði og Steinda. Já. Og þeir voru svo sem allir lægi en þú veist, það var gaman að hlusta á okkur, þú veist. Já. Þeir voru að væli yfir hvað er erfitt að taka upp hennan draum. Já, þeir voru að því. Að tala við ykkur að væli yfir hvað þetta var erfitt. Stundu þarf bara að koma á tuða, sko. Já. Nei, ég veit það, en þú veist, bara hvað þetta er miklu auðlar, sko. Að, þú veist, basically út í útlöndum að leika sér. Ferðast heim. Svo eru margir að, þú veist, hvað er erfiðast að vinna sem þau unnið? Sko, ég vann inn í svona hóteli einn dag og skipta rúmum. Það var einn dagur for a reason. Það var erfitt. Ok. Það var skipta rúmum, já. Ég hef tekið fiskvinnsluna. Já, hvar? Ég man það ekki eins og niður. Niður á Granda? Já, niður á Granda, já. Það var einn dagur þar líka. Gast ekki meira? Nei. Og ég var í 2 öðrum vinnum líka, þannig ég var bara, ég þarf þetta ekki. Fannst þetta var græðki? Já. Hvað varst að gera? Varst að pakka eða hvað varst að gera? Bara allt. Og þannig til ég stakk mig á svona karfa. Hafið unnið með karfa. Er það fiskur? Já. Ok. Hann stingur mann. Þú verður að taka nokkra vikur þarna þegar þú getur að fara að fíla þetta, sko. Ég aldrei það. Þetta það er svona, maður svona, þú veist, þetta er alveg erfið vinn. Já. Og það ferðast svona. Já, einmitt, það ferðast svona. Þeir voru mættir hérna í tebúið til að væli yfir því hvað þetta var erfitt. Já, góð punktur. Hvað er það vinna sem þú hefur unni? Það er einmitt í fiski líka, sko. Það var semst í mjölútskipun, þá varstu að fara með svona mjöl milli landa. Ég var í pókunum og ég hafði komið til Sandgerði. Það er alltaf vindur þar. Það er bær, í raun og veru er Keflavíkurflugvöllur þegar þeir eru að útlanda í þessar New York ferðir ykkar og svona. Þá farið þið í Sandgerði. Flugvöllurinn er basically í Sandgerði. Þú veist, ef þú tekur Instagram-myndaðir og ítir á location, það kemur bara Sandgerði. Þetta er þar. Og það var ég í pókunum og það er alltaf vindur hana. Það hefur aldrei verið logn í sögu. Hvað það bara að flytja póka? Nei, að setja pókan aftur í póka. Þessu dýrir, það verður að passa upp á. Löngsa. Póka aftur í póka. Já. Ég skil ekki alveg. Já, sko, mjölið er í svona pókum, fer ofan í lest. Og svo rifið svona niður og mjölið fer niður. Pókarnir er svo dýrir að svo þarf eitthvað pókadýr að vera upp á landi til þess að taka þetta af krókunum og safna þeim saman. Þú varst í því? Ég var í því og svo kemur mjölið yfir því allan og það verið sturtu og það er bara mjöl á stöðum sem hún vissi ekki verið til, sko. Hvað er mjöl? Er það ekki bara svona eins og sandur? Jó, það er bara svona vondlíkt að finnst flestum, ekki mér. En hvað er að nota mjöl í? Það er í alls konar, ég meina, ég held að dýra fóður og svona, ég veit ekki raskat í hvað þetta. Ekki spyrja bara þú bara vannst vinnur, varstu lengi, sagði? Nei, ekki droslega lengi, en þetta var svona gaman. Þetta var erfið vinna. Ég reyndi ekki að hlusta á þessu gauðra sem aldrei unni erfiða vinnur og væli við þessu, sko. Já, það er alveg rétt, sko. Voru þau ekki svona að kvarta mest yfir hvað er erfitt að vera frá börnunum sínum? Jú, svona núna. Þetta er svo frábæri pappar. Þeir hafa báðið svo ótrúlega gaman að vera frá börnunum sínum. Þeir er algjörlega að lifa fyrir það. Þeir eru svo frábæri. Algjörlega einstakir náungar. Já, þeir eru það. Frábærir. En já, það er enda rétt. Þeir voru að kvarta svona mest yfir því, sko. Þetta er erfiðisvinna. Trúi því. Já, þetta er erfitt. En þú vinnur núna við það að taka upp podcast, svona eins og við, það ekki? Jú. Það er erfiðisvinna. Getur verið það. Ef þú ætlar að vera consistent. Eina cheat-kótið í podcastbransanum er að vera consistent. Já. Þú veist, ef þú ert bara gefur út alltaf, þannig að fólk getur treyst á þig. Þannig sé ekki bara, við bara vorum ekki í 3 vikur, við vorum bara annað að gera. Já, það gengur ekki upp. Nei. Og svo voru það consistent. Bara búm. Hvað ertu að gefa út marga þætti í viku? Ég stundum 4, stundum 3. Í viku? Já, fótbolti, það gerist alltaf eitthvað í fótbolta. Fáránlegt. Já. Við erum bara með Óskarinn einu svona ári og Mett einu svona ári og þú er bara með prógram alla daga. Já, þú veist, það er mistarættin, eða þú veist, whatever, það er bara alltaf eitthvað að vera, þannig að þú veist, það er aldrei dauður tími í fótbolta. Nei, það er alltaf eitthvað spil. Alltaf eitthvað spil, já. Ertu þá að gefa út, hvað er það mesta sem þú gefa út í mánuði? Já, þú veist, það er þá kannski, þú veist, stundum var ég eins og það er HM eða EM, það er bara alla daga.
þá ekki einhvern veginn, bara mætir og erst bara að posta bara strax, bara saman dag. Já, og þú veist, ég klippið ekki eins og það er bara búm, og svo bara, þú veist, og svo ég bara með einhver áhaldskjafa sem koma til mín og þeir eru bara, það ein stjarna í svona ykkar mengi sem kemur til mín, Sigurður Bond sjálfur. Já, nú okkar mengi. Er það ekki? Hann er svona ekta, þú veist, hann er hérna með þarna gúmibát, þau eru saman, hérna Gugga er gúmibát, þau eru saman. Nei, saman í hlaðvarpi. Já. Og Gústi B? Já, þú veist, er þetta ekki, þú veist, eru þau yngri eða eldri eða? Ég held að þetta var sama mengi. Það er öll mismunandi. Hvað er ekki, alltaf hann sé 96 svo við það? Hann er einu aldrei við það eitthvað. Hann er 95. Hann er 95, Sigurður Bond, hann er 90, það er algjörmeistari, sko. Já, hann hefur komið til þín. Ég veist þetta til mín, svo þú veist, ég með eitt svona sem er huggulegast í rauðhæri maðurlandsins, Arnar Sveinn Geirsson, sem alla konur þekkja. Jóhann Már, sem er svona ábyrgi maðurinn minn, svo er með einn algjörlega kolruglaðan, Keli, kötturinn, kemur og þú heyrir hún mjálma allarlega frá Njarðvík, sko. Stórhættulur. Svo erum við með einn endurskoðanda sem er ekki löggildur, af því að þú veist, það er bara flókipróf. Jú, hann er löggildur, það er kannski alltaf að segja það. Hann mæti það svo þykkur strákur, glæsilegur, þú veist, þú eru margir góður að koma að Gunnar Birgisson að sjálfsögðu, sem er þarna, þessi kynþokkaföllu á RÚV, sem er alltaf með allar hringana og glingrið, þegar við séðan alltaf með skíðagöngurnar og allt þetta, orðið ekki á skíðagönguna? Nei. Er ekki orðið skíðaskótfimi? Það sem að fólk er að fara í svona hringi og skjóta. Já, ég sá þetta var í sjónvarpinu daginn, ég var, hvað er að skjóta? Já. Ég hef ekki séð það. Það er hljómar mjög. Þetta er eitthvað nýtt, eða ekki? Jú, svo eru margir, þetta eru svona helstu leikundur, hann er maðurinn, hann með hringa, armbönd, hálsmenn, alltaf flottur, sko. Skegg svona eins og Craig David mun eftir honum. Craig David. Þetta er ekki hver það er. Þetta er ekki hver Craig David er. Sko, allir sem hún endur hef ég ekki hugmyndum. Hafið aldrei heilt lag eins og I'm walking away from the troubles of my life, I'm walking away. Oh, to find. Hafið aldrei heilt það lag? Ég held ekki. Hafið aldrei heilt Craig David lag? Nei, ángriðs held ekki. Nei, þú veist, á ég að googla mannina? Já, það ekki. Við erum meira að gera það. Og þessi gaur... Tuesday, and I've been working all down Wednesday, and on Thursday, and Friday, and Saturday, and Sunday, and chilled on Monday. Hafið ekki heilt þessi lög? Veit ekki hver þetta er? Þessi? Já. Já, hann var oft með svona... Basta? Já, svona flott, svona smakklega... Ég hef bara aldrei séð hennar mann. Aldrei, veit ekki, þetta er bara besti tónlistarmaður sem hann bara hefur... Þetta er bara svona algjört early 2000s, 90s, late 90s icon. Geggjaður. Bara setja, bara byrja að hlusta á hann. Já, við byrjum. Og það er hver kemur sem er eins og hann? Gunni Birgis. Gunni Birgis, ok. Sem er svona, sem alla konur ykkar aldrei þekkja. Ok, nema við þá. Já, ég veit ekki hvað þeir eru að gera. Þeir eru greinlega ekki við í bænum með hann eitt svona. Því hann er kóngurinn þar. Kóngurinn í bænum? Hvað er í bænum? Hann, Hax, Átó. Hann á konu, sko. Hann er samt kóngurinn í bænum. Ok. Bara passa på bæinn. Já, ok, það er flott. Hvað okkur þekki ekki þessi góðra? Þið þekki Sigur Bond? Já, veitu hvað Sigur Bond er, já. Ok, ég ætla að segja, það var rosað. That's it, sko, af þeim sem hún nefndir. Já. Ok. En hvernig velur þessa menn? Álitsgjafa. Þetta er bara einhvern svona að hafa eitthvað bílan áhuga á hérna fótbolta. Og eru skemmtilegir. Ég hef samtið á. Og svo maður bara alltaf bara finna einhverja nýja og svona einhverja róteringu og þú veist, hvernig fundu þið hvora aðra? Þú veist, eru þið vinkunum fyrir eða voruð þið bara, herri, við hefum báða gegn á Hollywood og bara, stuða? Við fundum hvora aðra í menntaskóla. Í menntaskóla. Já. Býtum að ég gíska? Já, gískaði. MS. Já. Það er rétt. Það er rétt. Hvað er þessu? Já. Hvað ég bara finn svona tóta á mér. Þú veist, no background check eitthvað. Hvað varst þú í Vestló eitthvað? Nei. Ég verið að læra það, góðbói. Já, ok. MK. Já, lærði. Heitir það lærði? Hann kallaði lærðiskólinn. Hann er svo erfiður. Já. Ég var á félagsfræðibrautinni. Já, það? Hún er alveg fáránlega. Rennibrautinni. Rennibrautinni. Þetta er alltaf sko bara félagsfræðibrautinni MK, þú veist, þú þarf bara að vera bara allan daginn. Já, við þekkjum það á MS sko. Þú vorum á félag. Var það? Já. Ég var að ræða Durkheim eða hvað var ég að ræða? Aflof eða...
Það er þessa menn? Já, þessa menn, já. En þið voru, en ef þið verið MK erum við alltaf að ræða. Ég er alltaf að ræða það sem ég lærði þar. Já. Þetta var svo mikið nám. Já, mikið nám. Mikið lestur, já. Þetta var ríkalega erfitt. Þetta var, já, við það samilegt þá öll þetta félagsfræði lærð. Já, félagsvístin eiga hug okkur allan. Já. Það kannski eitthvað svona sem að, þú veist, tengir okkur það saman og vera öll í podcast heiminum og... Já. Félagsverðunar, já. Það er mjög flott, sko. Já. En við vorum svona að pæla, þú veist, hér var það sem vildum við fá þig, bara, þetta er svo stór heimur, bara þessi fótbolta, bara fótboltaspilið, fótboltinn og allt þetta. Já. Við vorum eitthvað aðeins að fara yfir intrónu, bara, maður svo að pæla, þannig að refresh your memory, hvað eru margir spilar einum já, þið er það að tala um fótboltaspil. Já. Ég ræða ég held að ég var að tala um eins og ég var að gefa út eitthvað spil eða eitthvað svona. Fótbolt er aldrei kallað fótboltaspil. Við vitum það, við erum bara ákveða heiti það. En það er að spila fótbolta. Það er bara því hljómið stúpid að kalla þetta fótboltaspil. Heitir bara fótbolti. Er ekki stúpid að finnast þetta ekki vera fótboltaspil? Nei, það er mjög stúpid. Ef ég væri með einhver spil, hérna, spjöld, þá mættu kalla það fótboltaspil. Já, ég er með rauð og græn. Já, það er dómarinn með það. Já. Þetta eru 11 á vellum. Þetta eru 11? Já, og það má einn nota hendur. Sem er markmaður. Já, við vissum það. Já, og það má ekki setja inn á 2 markmenn, það er bara 1 markmaður. Bara inn í teignum. Já, hann er yfirleitt mest sexy af öllum, er með hanska, má vera með derhúu, og er einhvern veginn og konur laðast rosalega markverðum. Þeir eru svona the last line of defense, þeir eru ábyrgir og svona stæðilegi menn. Svo er yfirleitt svona 3-4 vörn, svo svona 3-4 á miðinni, svona, sko, 4-4-2 var alltaf spilað, svo 4 í vörn, 3 á miðju og 3 frammi, það er stundum gert. Okay. Svo er svona alls konar variansjónir á þessu. En alltaf 11 fyrir hvert lið? Já, það er sem sagt, og svo er náttúrulega menn á varamannabekk. Já. Þeir eru kallaði varamenn. Backups. Það er ekkit með varirnar að þeim að gera. Ekki? Nei. Þetta er ekkit einhverju gauðra með einhverju geggjaða varir. Nei, ok. Nú, hvað þá? Þeir eru tilbúin að koma inn á. Já, ok. Og þeir eru til taks. Já, mitt. Nei, við vorum bara að pæla í þessu, við heldum þetta, hvað sagði ráðan? 7? Já, ég held 7. Við heldum að vera 7 inn á. Já, það er semst ákveðis pælinga, því að það er alveg í 15 flokki eru 7. Já, var þannig hvort sé 8 þetta? 15 flokki, já. Það eru 11-12 ára, já. Það var alltaf þannig. Já. Hvað liði voru í? Ég hef aldrei eftir fótbolta. Nei, ég var ekki við liði, sko, ég var bara svona mörgum liðum bara svona. Ok. Varstu ekki nefnir liðið að æfa fótbolta? Þetta var... Og leikinámskeið bara? Já, kannski. Svo þú veist, ég fór nokkra að einhverju fylki og eitthvað. Já, ok. Ekkert alvarlegt, sko. Nei, en þú veist, og þessir 11 leikmenn, og þessir svona, þetta er öfnilega kvenlegustu kallar sem við getið fundið, fótboltafinn. Þeir eru margir, þá erum við að tala um pro. Þeir eru alltaf mikinn tíma, eru alltaf að skoða bara einhverju bíla, föt, þeir voru í þessum tattúum hérna á sínum tíma. Þeir eru, þú veist, þetta fyrir þeir eru svona stór hluti, þeir eru endalaus frítími. Þannig að þeir eru yfirleitt konum með svona 3 börn, 25 ára. Já, svona meðal fótboltamaður, yfirleitt byrjar með kærastunum sem 16 ára. Og hérna og svo. Og svo skipt endalaust. Já, og svo er á vesen og svona skemmtilegt og þú veist, það sem að fjölmiðlar í Bretland hafa gert sem okkur tókst ekki, það var að búið til stjörnur úr kærustum leikmanna. Það var svona ákveðið bara að það passaði bara ekki inn í íslensk samfélag. Höfum við ekki náði? Svona smá? Ekki svona almennt, hvaða vegsfílar íslenskar? Nei, þú veist, já, góð pæling. Hvaða íslenska veg ertu alveg að dýrka? Það er þetta góð spurning, sko. Ég meina, það eru nokkrar sem að fólk veit hvað Patra er. Já, einmitt. Sem að hérna lagði upp markið fræga þarna á sínum tíma. Hún er Icon. Það er enda rétt. Svo með alls fyrir Helgu, við erum með Móiði. Já. Það er alveg stóran profæl. Já, svona einhverja svona Instagram. Icon ákvæðanum engi og þú veist, það er, þú veist, geimið er svo þetta, opna barnavara vestlun og svona, og flytja eitthvað skemmtilegt inn og lifa skemmtilegu lífi, sko. Þetta er, þú veist, við höfum aldrei náðu að gera þeir á þeim stjörnum sem þær eru kannski annars staðar. Það var bara einhvern veginn ekki salur fyrir því. Nei.
Það var bara reality TV með þeim, sko. Já, við þurftum að kredita aðeins meira. Þetta var mjög stórt í kringum EM þegar við komumst eitthvað langt þar. Algjörlega. Þá voru það allar saman í Frakklandi, ykkur villum og eitthvað svona. Og þú veist, þá hefðu við átt að taka myndir af þeim, sína hverju taskurna þeirra kostuðu, Chanel-taska 870 skall og þú veist. En við klikkuðum á því. Lost opportunity, það ekkert svo seint samt. Nei, það ekkert svo seint. Þetta ábyggilega, strákunir í landsliðinu dag ábyggilega með einhverjum hetjum morgundagsins, sko. Já, örugglega. Já. Ég veit ekkert hver í landsliðinu í dag. En örugglega með einhverjum hetjum, já. Alveg bóttið. Heldur betur. En varst þú sjálfur í fótbolta? Já. Ég var markmaður. Já. Ok. Konur elskar markmaður. Ég skilji, já. Það er svona ég mættur í þetta. Já. Við erum oft svona, eins og ég segi, þær sjá okkur alltaf strax, þau eru með hanskana. Já, það er hanskarnir. Svona ógeðslega flotta designir hanska. Já. Og getum verið með dyr og erum í öðruvísi búning, oft svona meiri litir og eitthvað svona. Og ábyrgðarfyrstir. Já, og erum númer 1. Eru alltaf númer 1? Já, svona, það er algengast. Ok. Þannig að, þú veist, það er svona, það er ákveð sexapíl yfir markverðinu. Þetta hínu lukka bara eins. Já, þeir eru allir í sama húnum. Þú ert eitt svona. Þeir eru sitt hvað skónum samt, eða ekki? Jú, þú veist, fótboltaskór voru alltaf svartir. Já. Svo fóru þeir að vera bleikir og appelsínugulir og svona úr öðruvísi efni, svona plasti. Þessi þegar þið voru börn, þá voru þetta alltaf svona svartir skór og svona bara leðri einhvern veginn, svona hálfgerðu. Já, ok. Svona mjúku. Já. Svo byrjar svona glans. Já, hún er þetta úr meira svona einhverju plastefni og slíku. Og hvað spilaði þú sem markmaður? Spilaði með Breiðabliki, HK, Val, svo var ég 1 ár í KR, en spilaði nú ekki mikið þar því miður. Það getur bara verið einn inn á, það var annar maður inn á þar. Já, það er engin vara... Markmaður? Jú, en hann aldrei settur inn á. Það er aldrei eitthvað svona, hei, skiptum við markmann. Það er aldrei gert eil í miðurleika, það er mjög sjaldan. Það er náttúrulega ekki eitthvað að þreytast mikið. Markmaðurinn? Nei. En hann er yfirleitt best vaxnið, því hann liftir mest og er svona þykkar, svona þyngri. Meiri skriðþungi í þeim, sko. Eru þeir ekkert byrjað að vera með hjálma núna? Nei, en það er ágætt að þú segir þetta, því að þú veist, menn hafa fengið höfuðhögg, þá eru þeir með eins og Peter Cech sem var eins og almarkmann sem alltaf í Chelsea, hann var alltaf með svona hálfgerðan rúbbi, svona eitthvað svona stuðning að því að höfuðkúpan var brotin. Já, það er hræðilegt. Já, þannig að þetta er, eins og ég, þetta harður til að vera marki. Já, erfið staða, sko. Það er elska konur, og hvað varstu lengi að spila fótbolta? Alltaf stutt, ég var bara ónýtt nýja, þannig að ég var, þú veist, eitthvað svona, ég meistar ekki, 11 ár, ég hefði viljað spila 20. Já, varstu alveg með ónýtt nýja? Já, ég er bara með algjörlega ónýtt nýja, bara, þú veist, ég get leyft þér að prófa bara eftir, þú veist, ég bara leiða að prófa, fyndi hérna, haldi hérna. Já, það er bara laust. Ok. En þú veist, af hverju heyrum maður alltaf þetta með fólkmenn? Af því það er kannski algengaslega. Þetta er ógeðslega, þú veist, algengt, já. Þetta er bara erfitt. Heldur þetta sé ykkur afsökun eða eitthvað. Þetta er bara eitthvað, hann meikaði ekki og hann bara segist þér að meitur. Alvörunni meitur, já. Og þú fannst það. Þú ert með laust nýja, það er rétt, já. Þetta er lausastar nýja sem maður nokkuð tíma að finna. Það er hárrétt. Þú eftir að sína þennan. Já, bara hefur trúið með ekki. Já, fyrst er bara mjög fljótur að standa upp. Það er bara dinglar, bara svona. Þannig að þetta er staðan. Ok. En hvaðan kom þá nafnið doktorfútból? Vorum að pæla í saðan. Ertu með doktorsgráðu? Nei. Sko, þetta er semst þannig að það er ógeðslega skemmtilegur sænskur gæi sem ég þekki. Hann segir mikið að sögum en hann er alltaf með staðreyndavillur í það. Og þú veist, segir mig eitthvað, yes, I met the girls at tebóðið og svo myndi segja rangnöfna okkur báðum og svona og ég var alltaf að leiðrétta. Já. Yes, and she had this beautiful Ralph Lauren hat. No, she had a Ganni hat, I would say, eitthvað svona. Og ég var búin að leiðrétta hann einu sem svo mikið, hann sagði bara, this guy here is some sort of a doctor football. Og ég sagði, já, þetta er gott af mig. Það muna þetta, ég vakna þunnur á morgun. Og já, upp úr því var til doktorfútból. Og varstu fyrst bara að kalla það doktorfútból eða varstu að byrja það með podcast? Nei, ég bara byrjaði að kalla það doktorfútból. Og bara, og þá veistu, svo er það breyst yfir í DOC. Já. D.O.C. Og já, svo bara hefur þetta haldið áfram. Já. Þetta er að við erum 7 ára. Við erum 7 ára? Já, ég skreið svo að þið getur gengið, sko. Það er rétt. Já, ég bjóð þetta til allt fyrir ykkur. Ég opnaði þetta plattform fyrir ykkur. Þannig að gjöru svo vel. Já, takk fyrir, já. Við getum ekkert annars sagt það. Nei, ég meina, þú ert alltaf á toppnum, skilur. Já. Það veit það alveg. En við fórum samt öll á sama leik og við vorum í Svítunni.
Býttu. Hvaða leik Við fóru á? fórum á Chelsea Man U. Já, bara Man U. Já, voru þið á Chelsea Manchester United? Já. Já, ég man eftir, þið voru þar í boði Bettsson. Já, ég sko, af því að þú veist, það sem ég fatt ekki hana, því ég þekki Manchesterborgina mjög vel, að þið skildu, sáu að ég og þeir vorum hana, að það sem ég hefði haft, ef þið hefði bara drullast til að hafa samband um mig, ég hefði mögulega verið með miða fyrir ykkur á Channel-sýninguna daginn eftir. Vissuðu ekki af Channel-sýningunni sem var í Northern Quarter. Við mistum að hefði. Channel-sýningin, stærsta Channel-sýning sögunar, þessi stóra haustsýning sem er hverju ári, var daginn eftir. Þess vegna var hótelvandamál svona mikið þarna. Og þegar ég sá að þið voru þarna, þá segi ég, nei, þær komu þannig að þær eru á leiðin á Channel-sýningu. Hvað komst þú með það þar? Ég var ekki, ég bara hefði getað reddað með það. Já, ég skil, ég var ekki, mér er alveg saman hvað er að gerast hjá Channel. Þannig hefði mátt að býta. Ertu að tala um það? Já, ég hef bara sagt bara, er þið hérna, blá, þá ég geti sagt ykkur, já, það er hérna Channel-sýningu morgun og ég geti talað hérna með þennan gæja og hann getur reddað ykkur. Farið þangað, stay in Stay there. Já, þannig að ég held þið væri að koma út af þessari sýningu. Ég skil, já. Þess vegna var Madonna með Stock Exchange Hotel, þess vegna var bara allir, þú veist, var impossible, funduð ekki í aðdraðan leiks hvað var erfitt að fá hótel. Nei. Þeir hafa bara séð þetta fyrir ykkur. Nei, við fundum reyndar The Allen, frábært hótel. Já, það var mjög fínt hótel. Já, ok. Fundum bara bleikasta væpið. Bleikasta hótelið, já. Það fannst og, já. The Allen? Já. Já. Hræðilegt nafn. Ég hef verið á öllum hótelum að ég hef aldrei verið á The Allen. Nei, ég pröfaði The Allen. Já, þetta er gæluherbyggi, sko, já. Ok. Það er skemmtilegt, sko. Já, ok. En já, við fórum á þann, þá tókum við um eftir, að ykkur sagði okkur að þið hefði verið á sama tíma. 2-1 fór leikurinn? Já. Fyrir United? Jú, algjörlega. Á kalt hana? Já. Á kalt. Já, þannig vorum við mjög vel klæddir í loðköpum. Já, það var mjög gaman, sko. En ertu duglegur að fara út á svona leiki? Það er mjög oft, já. Já. Þetta er hérna... Svona bara partur af, nei, raun og veru partur af trúveruleika að vera svolítið að fara út og sjá þessu leiki. Já, þú bara situr á bumbunni heimaður og þú verður að fara út og aðeins að heyra hlutina og hvaða fólki er að tala um þetta úti og annað slíkt og þú veist, maður bara er að sjá dálítið marga leiki á hverju tímabili og þetta er ekkit svo fárlega dýrt. Ekki. Það fljúga til Bretlands í dag. Kostar ekki þetta, þú veist, plegir að fljúga til Liverpool sem er liðina, sem kostar eitthvað 10 skall stundum. Já, ok. Eða hvernig sem það er, sko. Þú veist. En miðar á svona leik? Þú veist, það er 20-25 eða eitthvað. Já, ok. Svo getur þú bara, ef það eru gaurar saman, þið er bara farið á Motel One hótel, sko. Já. Þú veist, 2 gaurar saman þurfu ekki að vera eitthvað næstæmi. Það er bara hendið töskun inn, þú veist, og skiptir sokka og beint út aftur og svo bara rótastu þarna ekkert í hann nóttina, sko. Þú veist, þannig að þetta þarf ekki að vera eitthvað. Nei. Færðu það bara í einn dag, yfirleitt? Já, bara, þú veist, maður fyrir kannski, þú veist, þessu til Manchester, þetta endalast flója. Með kannski EasyJet tvisvar á dag og, þú veist, Play til Liverpool og Æsa fljúga líka og þannig að, þú veist, þetta er svo þægilegt og, þú veist, svo viljum við líka fara til Manchester frekar en til London, það sem ekki vesina með til London. Þú veist, lendir í London, svo er þetta Gatwick Express eða Heathrow Express og það er vesen og þá lendur á, þú veist, Liverpool Station og það átti eftir 40 myndir í leigubíla því þú ætlar að vera þarna niður í Notting Hill eða whatever og bara hausverknum er endur og þá bara fyrst að vera farin. Já. Þetta er svolítið eins og Tenerife og bara lendir, bara mættur út á hótel og byrjar að hella í þig bara 20 myndum eftir og lendir, sko. En eru ekki góði leikir í London? Jú, það er Arsenal, það er Tottenham, það er, þú veist, Vestamar, Er ekki það að hella í sig í flugvélina líka? Jú, það er alveg verið að reyna svona, en þú veist, þá kemur þetta leiðilega stopp, sko. Þú voru að taka þetta ákvörðuna, sko. Blöðarinn er Matrix, hann næri svona, var með svona mál, setur bjór í það því að þá næri hann að vinna í gegnum biðina, sko, sem flugfreyðar byrja að servera, sko. Það er þetta sniðut. Hann er ótrúlega sniður í öllu svona, sko. Það fyrir og eftir? Já, bæði fyrir og eftir, já. Þetta er ótrúlega sniðut og þú veist, eitthvað sem ég held að fólk geti lært alveg helling. Já, við erum að taka þetta fyrir þetta. Góð tips. Já, af því það er ekkert eðlilega leiðilegt að bíða. Það er ræðilegt. Eftir auðvitað, já. Það er ræðilegt. Og svo verða stressaður að kannski að sé langt síðan næsta kall. Já. Og bara panta nógu mikið, sko. Já, alltaf 2 í. Og þá bannaður það stundum. Já, en þá getur þú logið kannski að einsleina og svo, líka 2 fyrir hann. Já. Takk. Góð punktur. Já. Fara að ljúga líka bara fólki í kringum sig. Herra, jú, hún er með mér þessi enna. Hún taka alla flöskunar hérna. Kampaðin er búið. Hún drakk þetta allt, sko. Nei, já.
En ok, en að því vorum að tala um það 11 leikmenn kannski inn á eitthvað svona og fólk og hvernig munið þið, okkur finnst svo galið þegar það stundum eitthvað svona, hvað þið veitir allt Kardashians, það ein fjölskylda, ekki einu svona 11 manns. En þið veitir bara alla, bara alla í einhverjum enskuliðum, stundum spænskum. Já, algjörlega, ítölskum og eitthvað svona, ég átti með alveg á þessu, þetta kannski hljóma svingilega. Sko, það frábært, það eru tölvuleikir. Þeir náttúrulega sjúga, menn sjúga bara nöfnin inn í sig þar. Svo þetta bara, þú ert að pæla í þessu allan daginn. Þetta náttúrulega besti conversation starter í heimi. Ef ég myndi sitja með köllunum þínum, það myndi svona 40 sekundur. Hún er nokkur að kalla það. Köllunum þínum? Nei, köllunum ykkar, það er 2. Það var ekki sem meina að þau varum með eitthvað kalla búra heima okkur. En þá myndum við óumflýjanlega að byrja bara að tala um fótbolta. Það er hvað ég var að tala um. Tala um stýrivexti eða ástand í Úkraínu. Nei, já, það er alveg svo. Hvað ég var að ræða? Gauðra sem fílar fótboltaspil. Hver spilar ekki, hvað skemmtileg náungi fylgist ekki með fótbolta? Maður minn, kærstan. Ég hef talað við hann um fótbolta. Nei. Jú, ég ætti ekki að tala um... Þá er hann bara bulla, hann veit ekki um fótbolta. Þá er hann örugglega að gera það. Hann var í körfubolta. Já, í smá stund. Pappas var yngriðarslegunum í fótbolta og góður í fótbolta. Já. Veitu, hvað, hefur hann ekki gaman á fótbolta? Nei, hann hefur ekkert gaman að því. Bara ekki neitt. Er það skemmtilegur samt? Já, hann er það, sko. Já, Volta fyrir það. Kallið þín hefur gaman á fótbolta. Já, lífið fyrir það. Það var allir skemmtilega góður að gaman á fótbolta. Mér skrítið hans, hann verður bara að fara að vera meira með frænda sínum. Já. Við erum náttúrulega að ná frændur. Já, það? Ekki alveg. Þú verður bara að taka hann og kenna hann Já, það er mjög skrítið einhvern kall sem hefur ekki gaman á fótbolta. Þú veist, þá kemur hann svona í einhverju búið, hvað er hann að tala um þá við aðra gauðra? Hann er tölvunafræðingur, hann er aldrei mikið tala um það. Það er hún svo nýju vannskóna. Nei, hann er ekki þar, sko. Nei. Hvað tala Bensi um? Nei, hvað er hann að tala um? Bensi veit svona fullt af einhverjum hlutum sem að svona, já. Já, nýju örgjafinn. Já, það er komið svo nýtt Apple-tæki, já. Steve Jobs, já, ok. Það smá Bensa rost. Ég trúi ekki hann sé svona, þetta er frændi minn, þannig að ég þarf eitthvað aðeins að mest vegum okkar frændastund og þar ég að yfir þetta með honum. Við verðum að gera það, sko. Þið verðum að tala saman, sko, já. Hann fór eitthvað á okkur Liverpool-spil einhvern tíma fyrir 2 árum. Pappa seldi mig United. Var ekki Liverpool? Já, hann geti alveg að fara hann geti að vera hate-watcha Liverpool eða Já. Ok, en allavega pappa seldi mig United. Já, það er Það er bara staðfest. Já. Ég og pappa seldi báðum mig United og erum báðum með Samsung síma. Ertu með Samsung? Já, alltaf með Samsung. Ég og Bjarni Ben, alltaf með Samsung. Er Bjarni með Samsung? Já, við erum Samsung-brósar. Ok. Og konur elska að gauðra með Samsung. Nei. Hvaða konur? Það er svona top. Já, það? Ok. Svona efsta lagið. Já. Það er að því að þær vita að við viljum ekki láta afrita gögnun okkar og allt svona, sko. Þannig að þær eru bara, ok, þetta er Samsung. Ég held að sé meira að þær vita að það er engin önnur að fara að reyna þig. Nei. Það er reynda góð pæling. Þá er það bara, já, verður með Samsung. Hún er með hitt, sko. Ertu með símaðinn í veski? Nei. Ertu með svona samlag síma? Nei, er það með svona veski utanum? Það er náttúrulega. Ég var í flottu, já, hann er flottur. Svona 18 myndaðalega þessi. Já, það er enda eitthvað svona margar. Nei, þetta er ekki auðvitað Svo alltaf þegar við Samsung bróðum það mætust, ég er alltaf svona. Já, það, já. Svona pat on the back, you're okay. Já, kissum síman og svo. Já. Ég Bjarni Ben og svona hæsta lagið. Já, þið eru svona markmennir. Og allir markmenn, já. Þeir eru rosa mikið Samsung-kallar. En fótboltamenn, þeir eru ekki Samsung-kallar, eða það? Nei, þeir eru svona eins og stelpur. Þeir eru svona hjarðhöfðunni. Svona, já, fáum okkur öllu sama. Gerum öllu sama. Já. Kannski líka er auðveldar að halda fram hjá með Apple, eða? Nei, það er erfiðara. Því að svo kemst þeir í Apple ID-ið og sjá myndirnar og allt svona. Það fer allt í björnast. Hvað er það? Af hverju er svona mikið framhjáld? Nú ert þú svona smá, við skulum ekki segja að þú ert bara svona forsvari fyrir þessa menningu. Já, ég er svona talsmaður í fótbolta því að ég hef ekki spilað í 15 ár. Já, þú kallaði doktor fútbol, þá hlýtur Er meira framhjáld meðal fótboltamanna en annara? Já, alltaf þetta, já. ChatGPT, við vorum að tala um ChatGPT áðan og þau sögðu það. Það eru meiri líkur þessi haldið framhjáður með fótboltamanni. Komum eitthvað dæmi? Dæmi? Já, ég meina, þið geti ekki gjammað eitthvað svona bara og Nú þurfum við að muna nöfnin. Já, segið bara þeir.
Kyle Walker, ok. Það var Rooney. Hann var líka með 2 fjölskyldur, Kyle Walker. Já, það er alveg brútal. Já, það var Rooney. Já, Beckham. Zlatan var með eitthvað. Ég reyna að muna sem voru... Zlatan með eitthvað? Þau voru, veistu, Zlatan var með eitthvað. Zlatan var með eitthvað. Svo voru hérna gaurarnir sem kom til Ísland. Já, hérna Mason Greenwood og... Já, þeir voru... Og hérna Phil Foden. Já, þeir. Og áttu þeir, já, þeir áttu kærustur, já. Já, Ok. það var svona skandallin í þessu. John Terry. John Terry, ok. Já. Já. Hver var það sem var með bróð? Ryan Giggs. Ryan Giggs, já. Hann var með, his brother's wife. Já, hvað það? Já, það er ekki Half Brothers Wife. Já, það skiptir engu. Nei, ég er bara til að setja... Bara, hei, þetta er bara hálfbróður minn, ég má þetta. Hann er samt skildur. Nei, þetta er bara hálfbróður. Hitt hann í einhverju góðu fjölskyldubóði og sæl. Já, einmitt. Þetta er fullt af dæmum og þetta eru bara svona the major scandals. En minna, hvað, Tom Cruise eða... Hann hefur ekki Þú veist, Jay-Z, ykkar maður. P. Diddy, ykkar maður. Ykkar kallar eru þeir ekki allir í þessu? Nei, okkar kallar eru miklu. Þú nefndir ekki eitt sem er okkar kallar. Nei, okkar kallar eru svona Harry Styles, Timothy Chalamet. Þeir eru svona meira krúttu. Svona sem er kjól og eitthvað. Já. Það er ok. Já, sko, þetta er kannski bara strákar sem fá mikla athygli. Já. Og þeir eiga náttúrulega mikla peninga. Og hvað því peningar því það er bara framíðandi? Nei, það er bara, þá verða þær fólk áhuga. Þú veist, gera það spennandi, attraktiv. Já. En ég held að séu öllum íþróttum. Ég held að séu sko þegar Tiger Woods máli kom, hann er golfari. Já, einmitt. Og þá heyrði ég eiginlega bestu línuna frá einhverju bara sko að þegar svíjar maður hefði í mér alltaf eitthvað sænstinnleggja og sem var alltaf, ok, nú kemur eitthvað hundleðilegt. En þá bóstarlega sagði sá hérna sálfræðingur og hvað það var, að hjá fólki sem er svona high level, þá er aldrei mánudagur. Það er aldrei soðin ísa. Það er alltaf eitthvað spennandi. Og þú veist, hann lifði bara eitthvað lífi, veist, bara þegar hann var farið yfir eitthvað allt, bara hvað hann sendi mörg SMS og hvað hann var búin að vera að gera af sér bara allan að tíma. Það var bara eitthvað svona, bara, þetta var bara svona 3 menn í vinn. Það var alveg bara, þetta var bara, þú veist, eiginlega bara getur eiginlega ekki komið sér fyrir inn í daginn. Menn voru bara að velta yfir þessu, hvar hafði hann tíma til að æfa golfið, sko? Þú ert náttúrulega að lappa svo mikið í golfið, þannig að getur bara klíðað á meðan að lappa í næstu golfi. Já, heiða, góð punktur. Ég er ekki búin að pæla í þessu, en hérna... Fótboltaspilar eru náttúrulega alltaf að ferðast líka, þannig að þeir... Já, þeir eru mikið, einmitt. En er þetta ekki, þú veist, oft með celebrities, þú veist, við höfum lesið bara frægð og svona. Þú veist, Barack Obama, við höfum lesið þú veist, svo er alltaf að reyna að klína einhverju LeBron James greið og svo er alltaf að reyna að klína þess og hinn og þessa og... Já. Þannig að... En við erum kannski þá meira að tala þú veist, ekki fræga. Já, það er nefnilega líka svo alls. Ekki fræga. Sama þó, þú ert bara í 5. flokk, eitthvað, nei, ég veit ekki. Nei, það eru 5. flokki, þeir eru 11 ára, sko, þeir eru ekki mikið eins. Nei, ok, annar flokkur. Annar flokk, eru þeir í þessu? Ég veit það ekki. Ég veit það, þú veist, ég sem segir, þið eru að henda þessu fram. Sko, Nei, þú hefur alveg heyrt þetta. Þú hefur alveg heyrt þetta. Ég hef ekki. Hann er að bakka síðan menn. Nei, ég bara, þú veist, ef það er verið að mæta með einhverja dilgjur í andlitið á mig, þá vil ég fá bara einhver dæmi og svona. Er það að segja íslenski strákar í fótbolta, sjö hann fram, Já, við erum að segja það. Hafið heyrt það því? Já. Hverjir? Bara, þetta er bara svona, já, ég vil ekki segja mikið, en það er bara svona, þú kemst inn í U18, þá bara svona, ok, það er eins og skrifundu bækling, ég ætla bara að halda fram hjá. Hvernig er klefatal? Það er yfirleitt, sko, klefi í fótbolta er kannski besti staður bara sem hún kemst á. Og þetta er svona eini staðurinn, þar sem allir eru velkomnir. Þú veist, eins og bara, í öllum liðum sem ég var í, þá var oft svona einhverjir sem á kannski fengi að vera annar staðir í þjóðfélaginu, fengi að vera með okkur. Það, hvort það var svo, þú veist, það var strákum með dans með okkur, það var hérna, það er allt gert fyrir alla, þú veist, ef þú vart einhvern veginn undir eða eitthvað svoleiðis. Þá bara kemur klefinn, þá var eitthvað að vera að reyna að klína upp einhverju, hvað var þessi snillíkar að tala um? Eitraða klefamenningu. Já, bara heimsta sem ég heilt bara í heimi. Þetta eru ljúfustu gaurar í heimi. Þið þekki fullt að strákum í fótbolta. Þetta er einhverjum mestu ljúflingar sem ég finni, sko, af því að nefniði mér eitthvað fótboltamann sem er fáið á Íslandi.
Ég get nefnt alveg marga, sko. Ok, kóttu með á. Nei, við megum það ekki. Nei, þú veist, nefndi eitthvað. Ég skal gera það eftir. Já, eftir, Já, þið eru rosa harða þegar það er slögt á myndaðinu. Við getum ekki fara að neymdroppa eitthvað svona. Nei, þetta eru allt indislegir strákar. Mikið það. Mjög mikið af strákur sem er fótbolta. Já, en þessi sem eru skúrkarnir, þeir mála alltaf slæma mynd. Já, og líka þessi sem er svona komast eitthvert, þú veist, þeir eru svolítið svona, það er eins og, þú veist, brain chemistry, hann breytist eitthvað smá, ég veit ekki, hvort sé bara... Það er bara að fá marga bolta í hausinn, eða? Já, þú veist, bara, ég veit ekki hvað er, það er eitthvað svona brain chemistry. Ég held að það sé, sko... Þetta á ekki við alla stráka sem æfa fótbolta á Íslandi, það er ekki þannig, sko. Það er svona að þú verður eitthvað. Sko, við erum oft svona að ræða í þáttunum, sko, hver verður næst Íslendingur til að spila í Premier League, sem er enska úrúrsdeildin. Og við eignumst mann núna í desember sem heitir Hákon Valdimarsson. Svo núna erum við með ongoing veðmál hver verður næstur. Og ég sagði strákar, við vitum ekki hver er næstur. Stelpunar er miklu meiri talentfinder sem við. Veitu hvað við? Þið byrjum með einhver strák sem er 18 ára og hann fer að spila í, veitu hvað við? Þú veist, þið finnir talentana, sko. Þið eru betri í því en við. Veitu hvert ég á hvað ég á við? Þú sér eins og þú byrjar með þínu strák sem er fjallmyndalur í dag. En þú veist, hann kannski frekar ljótur þegar þú byrjaði með hann. En þú sást potensialið. Veistu hvað við? We're in it for the long ride. Já, þið svona sjáuð oft hlutina svona fram í tíman. Þú sjást svona, já, þú veist, bara byrja með þessum hérna, Kalla, af því að þið sjáuð eitthvað í hún, hann eigi eftir að meika. Það er eitthvað, þú veist, við sjáum þetta ekki. Og svo byrja hann að spila fótbolta og þá... Meikar hana, og þú sást það þegar hann var 18 ára, en þeir sem er að fjalla fótbolta sjáðu 21 árs. Þið eru svona betri early investors í þessu öllu saman. Já. Aldrei pælt í þannig. Þið kaupið þegar gengið buy low, sell high. Já. Það hef ég alltaf sagt að það sé besta leiðin í þessu, sko. Já. Þegar við gengum með þinn fótboltspilara. Já, ekki. Hver er það? Nei, hann er ekki fótboltspilari. Ekki lengur, hann var. Já, hann heitir bara Gunnar, en hann kærasti minn. Hann heitir bara Gunnar. Hvað er svona? Hann Sigursson. Gunnar Sigursson? Já. Með hvað liði spilaði? Hann spilaði bara örugglega í svona eitthvað öðru flokki. Með hvað liði? Hann spilaði með Val þegar ég kynntist honum. Hann spilaði með Breiðablik þegar hann lítill, já. Hann spilaði með Val þegar ég kynntist honum. Hann er Kópavoginum? Já, hann er á Kópavoginum. Það er ótrúlega ekki. Stelpur elskar Gaur og Kópavog og Garðabæ. Er ekki? Jú, bestu bæðin. Já, það er þetta rétt. Nei, bara flottu gaurarnir. Þeir eru það. Þeir eru það, já. Ljúlingarnir. Já, ljúlingarnir, já. Þeir eru ótrúlega merkir. Reykjavík þá er þetta svona eitthvað svona... Já. Er alltaf í bænum og... Já, kannski er það eitthvað. Það er fyrir íþróttastrákar. Já. Já, það er rétt. Já. Hvað er þú? Í Kópavogi. Já. Þú veit að, já, fór í Garða og Breiðablik og... Ertu ennþá í Kópavoginum? Já. Gátt að búið í Kópavoginum, sko. Já. Það er mjög gott. Já. Við erum líka þar. Við erum öll í Kópavoginum. Nei, ég held sér alveg eitthvað til í þessu okkur að svona, þú veist, þetta er eitthvað sem maður ratar aldrei í frið, sko, persónuleg málefni leikmanna. Því að fótboltamenn eins og annað fólk lendir í erfiðum persónulegu málefnum, saman hvort sem fjármál eða sambönd eða eitthvað slíkt. Við svona höldum okkur bara augun á boltan. Þú veist, það er alls konar sem gengur á utan fótboltans hjá þessum mönnum. Og þú veist, það getur verið gjaldþrot eða skilnaður eða whatever. Og við svona tökum bara þá ákvörðun að þetta er bara þeirra einkalíf. Og við höfum svona, þú veist, framíhald, þetta berst ekki í mín eyru, því ég er náttúrulega orðin, þú veist, ég er 44 ára gamall. Þú berst þetta ekki í þín eyru? Þetta er best, ég veist, eitthvað svona bara, herðu, Sindri í Skaganum, hann var bara með annari stelpu í æfingaferðinni, það er ekki að segja mér þetta, ég er eldgamall. En þú veist, ég skil samt alveg hvert þið er að fara. En ef það væri svona einhver frægur sem þú lítur upp til, skilur, myndir ekki vera bara ég líti upp til neitt þeirra, þú veist, þeir eru svo ungi, þú veist, hvað ég að líti upp til einhver strák sem fættu 2003 bara, lítið búið frábær. Það er algjörlega frábær. Nei, en þú veist, ok, það er eitthvað svona eitthvað high profile. Ok, segjum bara, þú veist, er Rúni ekki að það spila það? Nei, einn Rúni er löngu hætt. Ronaldo? Ronaldo er það að spila, já. Já, ég er að tala um Íslandi, já, ok, þannig að ef að Ronaldo væri eitthvað, þú veist, væri með guggu í gúmmubáti eða eitthvað svona, þá myndi ég alveg að heyra því. Og myndir ekki vera bara, ok, þetta er alveg 10. Þetta er alveg 10, eða þú veist. Já, þetta er 10 fyrir ykkur, já, jú. Myndir ekki vera að segja þá næsta kannski. Jú, ef þetta hefur íslensku leikmaður, útlensku leikmaður, engin spurning, það var eins og hún Sveindís Jane í kvennalandsliðinu
hún byrjaði með strák, er ákærast sem heitir Rob Holding og þá fjöllum við það. En ef hún hefði byrjað með einhverjum Rob Taylor sem að veri hárskeri í London, þá hefði ekki mikið neitt sens fyrir okkur, það kemur okkur ekkert við. En þegar þetta eru svona 2 prófílar í fótboltan, engin spurning, og fjöllum við það. Já, ok. Þannig að ykkur finnst þetta líka alveg áhugavert, bara þetta nógu stórt. Já, það var allir gaman að þessu, svo bara slúður, það bara í svona mannlegu eðli, gaman að heyra, gaman að tala með einhvern annan en sjálfa sig. Já. Heyri með einhvern annan vera með allt niður sig. Bara, yes. Maður heyra með svona, nei, hvað var hann að gera á sér? Þú veist, það gaman. Það líka maður sko, En þú veist, en það aldrei svona vombrigði, eitthvað svona, þú veist, eins og ég mann þegar maður var kannski búin að fylgjast með einhverjum söngur eða eitthvað, hann held framhjá, maður svona, ég með gæmlu vombriðum. Farið ekki þannig, þú veist. Var það ekki svona, varstu ekki bara, þetta er geggjaða bad boy? Nei, maður verður alveg fyrir vombriðum. Það þannig? Já, eins og með Barry Keating, ef hann, þú veist, ef það satt hann held framhjá Sabrina Carpenter, það eitthvað svona, ok, fíla ég ekki svo leikara. Ok, það bara, ég hætti að horfa myndina þess. Nei, ég mun alveg horfa, en þú veist, Já, ég meina, þú veist, stundum viltu líka bara einhvern veginn eins og svona vondi kallinn í því þegar David Beckham fór frá Manchester United til Real Madrid, var svolítið Victoria Beckham. Svo kemur að ljósi í heimildamyndunum 20 ára seinna og það er eiginlega hún sem er svolítið vinnir í þeim þáttum. Því hún kemur vel út í þeim þáttum. En þú veist, meðal stuðningsmanna Manchester United, þá var alltaf verið að vonast eftir að myndi losi við hana. Já, ok. Og það var bara svona á Ferguson var bara komið ógjáðinni og þetta Spice Girls dæmi og allt svo, eða svona, það var allan umræðan. Þannig að þegar hann fór að vera með hana Rebecca Loos, sem er bara, þú veist, það er ekki að segja neitt, þetta er bara að vita þetta allir, að þá vorum við svona, ok, nú losnar hann kannski loksins við. Já, það var svona umræðan á þessum tíma, sko. Það var gott, sko, ég hitti umboðsmanninn sem var með Beckham þegar hann réði, sem Rebecca Loos hafi verið áður passa fyrir leikmenn sem svona au-pair og hann beðinn að finna badfóstur fyrir David Beckham og hann sagði bara, heyrðu, ég meina fullkomna stelpur, Rebecca, hún er búin að vera á mörgum stöðum, bara alltaf fyrir frábært orðaðinni, frábærum börn. Það endaði nú ekki betur með þessu. Og hún var sparkað sem umbúsmanni frá David Beckham og þetta eru, myndi ég segja, kannski einhverju miljardar sem hann misti af þarna við það að Beckham hendur hann sem kuna. Já, missa hann sem kuna. En af hverju hann hélt ekki Beckham fram í og með þessari Rebecca? Jú, hann rekrútaði hann. Þetta er honum að kenna, það getur aldrei verið þeim að kenna. Þetta er ekki honum að kenna. Nei. Þú komst með hann inn á heiminn. Það er aldrei mánudagur og það er komin einhver ung stelpa. Það er bara mjög erfitt. Þetta er bara mjög erfitt. Þannig að þetta var honum að kenna. Já. Það er gott að reka eitthvað annan, sko. Já. Ok. En þannig þið er ekkert mikið að pæla í svona the tea. Sko, nei, við erum svo sem ekkert mikið að pæla í því og við erum ekkert heldur mikið, sko, þessi leikmenn eru svo influential, þú veist, þessu Hollywood-stjörnum vorkaði gamla daga. Núna er nobody gives a shit about Hollywood. Bara segjum að það er Óskarinn og það er 3 nöttar að horfa. Nei. Það er engin, það er þið tvær og Sindri Sindrason og svona. Þetta er bara, það er öllum saman. Það er bíón í dag eru tóm. Nobody gives a rat's ass. Það er bara fótbolti. En málið er það, í dag, hverju vilja designera séu í fötuna þeirra? Það eru fótboltamenn. Hverju að representa, þetta eru bara Hollywood-stjörnur í dag. Þegar ég var lítill og kannski Sly Stallone plakkat heima á mér. Hver er Hollywood-leikar í dag? Það þekkir enga, það er ekkert nafn í Hollywood í dag. Tom Cruise er að vera 70 og hann er ennþá almaður. Nei. Ég elskar að við erum bara sikk heimur. Þetta er bara, Nei, hvað er stór? Hvaða bíómyndir er það að bíða eftir núna? Bíða eftir? Já. Hvað er að bíða eftir? Það er náttúrulega ekki 2 frá að koma. Já. En er einhver bíómynd sem er... Það fóru alltaf að segja það. Hvaða góða bíómynd kom 2074? Engin. Dune 2? Já. Ná, góð. Timothy Chalamet. Dune 2, gott take. Það er bara búið. Sorry. Hvað kom mér? Ég er að hugsa bara Óskarinn. Barbie kom svo 2003. Já. Þið þurfa að fara 2 ára aftur í tíman. Þegar ég er 14 ára, þá kom Pulp Fiction, Forrest Gump, Shawshank Redemption, allt sama mánuð. Og Lion King. Þannig, þetta var það sem var frétta þegar maður var sjálfur að fylgjast með. Það er bara dögt. Núna er bara svo mikið Netflix-æði. Já. Netflix-æði, hvað, 2016? Hvað ert þú að horfa? Bara fólk spila alltaf einn? Já, ég horfa eiginlega bara íþróttir.
Ég er það skemmtilegur. En þú ert að horfa mynd með konunni eða eitthvað svona, horfa hún að fólk hún sofnar yfir þessu. Það byrjar einhver mynd og svo maður búin að koma sér fyrir og hún sofnuð. Kveikir þú á fótbolta? Og þá bara sitt ég aftur Nei, ég er bara hún. Nei. Við erum að fá hana að tala Nei. Jú, við horfum alveg stundum á það. Það er aldrei í bíó. Sko, ef þú ert með pössun eða Hvað hét hana myndin? Gerum eitthvað skemmtilegt. Timothy Chalamet. Hann var að Það er að reyna að láta ykkur detta ykkur eina mynd. Nei, Bob Dylan myndin. Já, Bob Dylan myndin, já. Bob Dylan myndin, já. Þú lítur að vita okkur Bob Dylan er. Já, ég veit alveg Bob Dylan. Hann er bara að fara á Óskarinn bráðum fyrir það. Já, ok. Timmy. Hvað er hann gamall? Hann 95. Bob Dylan? Nei, Timothy Chalamet. Já, Saltburn, sástu hana? Nei. Einu sem svo í alla myndir. Já. Þannig að þú veist, þeir eru... Þú hefur ekkert mikinn tíma til að horfa á hana sem bara... Nei, en þetta er sko, skrifa, googlaðu Jules Koundé. Horfum við ekkert tíma fótboltspil og Twisson Speed? Nei, aldrei. Af því ég er alltaf að horfa í beinni. Það get ekki Twisson Speed. Hvað sé ég að googla? Jules Koundé. J-O-U-L-E-S K-O-U-N-D-E. Sjáðu bara outfit og svona. Sjáðu hvernig hann klæði sig. Þetta er ykkur fótboltspilari. Já. 98, fættur. Já. Sér bara í fótboltabúning. Ok, svo gerðu Jules Koundé fashion eða outfit eða eitthvað svona. Þá sérðu bara hvernig það virkar, þú veist. Ert þú mikið að horfa á hann og bara úið? Nei, en ég sé bara... Já, ok, hann er alveg svona... Já, hann er svona, tekur síðan segis öllu saman. Já, hann er í pilsum og eitthvað. Já. Þessi Harry Styles. Já, ég er að segja það. En þannig að þetta eru 9 Hollywood-stjörnur í dag, það eru fótboltar. Já, veist, ég er ósammála. Ronaldo og Messi eru miklu stærri en allt sem er að gerast í Hollywood. Nei, miklu stærri. Það. Já. Fyrir ykkur, Já. Fyrir ykkur. Ég er bara aldrei, reyndar gott átfinn í hæl, sko. Já, þetta er mjög gott átfinn. Já, ég veit að þú veist, þetta er bara svona sem dæmi, þetta er bara máleira að all stóru tískumerkin vilja tengjast fótboltamönnum. Eða íþróttum, NBA líka. Já, NBA líka. Já. Það er það sem að þessi merki vilja af því að þetta eru gaurar í topp standi, líta vel út og gott að hafa á í fötunum sínum. Og þú veist saman hvort líka skarkripir úr, whatever, skór, bara þú vilt að þeir síðis. Þú veist eins og fyrsta sem að Kim Kardashian, þegar hún voru myndið skimstæmi, þá hún að reyna að fá Jude Bellingham í þetta. Já, hún tók fyrst NFL, það ekki? Já, eitthvað svona, já. Það var alveg nokkrum ára setna, ekki? Það gerir kallinu, ekki? Jú, en svo það kom þetta að tala Kim, að því þú ert bara on the topic. Hún tók eitthvað tímabil núna ensku, að þú veist, það var eitthvað svona mannstekki, var geðveikt að ferðast, fekk sér baby Guinness út í Englandi, var geðveikt eitthvað svona að kynna sér enska, þá heldur við bara að vera frá að kaupa sér eitthvað lið, sko. Nei, já, vonandi ekki. En hún á strák sem elskar fótbolta. Já, hún seint elskar fótbolta. Já, en það kemur ekki baby Guinness við það. Hann er rosalega Neymar kall sá og Mbappe. Já. Hún var í París og eitthvað svona, sko. Ég fylgist það með, ég listi þetta allt. Og þú veist, svo verið að tala um eins og hún sé núna að henda gjöfum í Luka Doncic, þannig að nýja gæðin í LA Lakers, sem nýja stjarnan þar. Hún er ennþá singulega, ekki? Hún segist ekki vera. Já. Hún sagði í nýjastu seríunni að hún sé með ykkur en hún er ekkert að segja hver það er. Var hún ekki með ykkur? Hún var með Odell Beckham. Odell Beckham, já. En það var vist bara mjög stutt. Þau eru vist ekki saman lengur. Ok, þetta er ótrúlega spennandi. Já, þetta er það. Það eru rosalega gaman að sjá hver En þú veist, við horfðum á hana að vera að kynna sér, þú veist, einmitt Mbappe og alla þessu gauðra og eitthvað og vera, þú veist, fara út með seint og maður hugsa, hlutabriðin í fótbolta lítur að hækka núna. Það kemur að gefa sér athygli. Já, fótbolti er bara leikur, bara heimsins. Allur heimurinn elskar fótbolta. Þú getur farið í Indlands og Kína, kannski smá í vesinni í Asíu, en ef bara þessu Bandaríkjum upprisa fótboltans er ótrúlega. Vinsasta úlinga íþróttin í Ameríku í dag er fótbolti. Í alvörunni? Venjulega fótbolti þá? Já, bara okkar fótbolti. Ekki NFL? Af því að fólk með peninga í Bandaríkjum, það sendir ekki börnin sinni í amerískan fótbolta. Það er verið að kasta til þín og það býðir til bolta hér, svo kemur 200 kíló maður á blindurhliðin á þér og keirið þig niður. Þú vilja horfa á barnið þetta í svoleiðis leik? Nei. Og þess vegna, þú veist, og latín communityð, það er fólk sem er að eiga 11-13 börn á mann og það elskar fótbolta. Þú erum heilt fótbolta lið bara. Já, bara, og þú veist, það er ekki tilvíðun að Messi sé að fara til Inter, Miami. Nei. Þú veist, þar fær hann náttúrulega geðbila borgað og bara, hann er með stórt latín community þar og þess vegna er hann að fara þarna.
Er það gott lið? Beckham var því, eða ekki? Beckham einn af eigandurliðsins og þeir eru líka með bleikum búningum. Já, það búningar þess að við fengum, með svona flamengo-fugl og náttúrulega Miami svona ultimate gellu sportbíla borg. Þeir eru bara sem LA var kannski fyrir 15-20 ára síðan. Miami meira cool, þetta myndi ég halda. Ég held að hvort finnst ykkur meira cool, LA eða Miami? Hafið komið upp á ástæða? Nei, reyndar ekki. Já. Þú farið bæði? Já. Ég hef ekki farið lengi á báðastæði, bara svona 2 daga, sko. Ok. En ég held ég verið að segja Miami, sko, núna. Það er meira svona hot topic, LA er svona smá burned out. Já, kannski. Burned out, þetta er skemmtilega orðað. Já, mitt. Já, þetta er bara svona orðalegur. Já, þessi meina Alex Earl náttúrulega gæð mikið í Miami, já. Já. En hún að peppa NFL líka. Já. Það verðist líka vera alveg pínu svona hot núna. NFL? Já. Já, náttúrulega Taylor Swift hefur gert svo mikið fyrir NFL sem svolítið merkilegt. Maður sá ekki fyrir að hún getur breytt eitthvað NFL, þú veist, bara skiptir einhver máli Taylor Swift. En svo þið bara með hana endalist og þú veist, það er líka að stækka bara prófílinn á Travis Kelce að byrja með henni. Það sé svona media bara scam. Nei, ég sá hann að það ný kliftar daginn, þá var ég bara svona, herri, ég skil alveg núna, minnst hann huggulegur en hún, sko. Já, veistu það? Já. Okay. Það er svona ef ég ætti að byrja á þau saman, minnst hann eiginlega myndalegri, sko. Þú veist, ég hef sagt til daginn, minnst þessi Taylor Swift, hún geti verið út altúrinu í Kópavogi, sko. Þú veist, ég hef alveg hitt margar svona stelpur. Já, ok. Finnst ykkur, er hún alveg mega... Hún þú veist, þú ert alveg svona... Fóruð á Eras-túrin? Nei, við gerum það ekki. Við erum ekki Swifties, sko, en við erum bara að læra það að við tölum ekki hana. Af því að þú verður þá okkur reiði og ekki ákveðallir þá að gefast upp fyrir þessar reiðir. Ef ég tala um Arsenal og Arsenal-stundum sem ég var alltaf að láta mig heyra, ætti ég bara eitthvað, ok, gefst upp, ég ætla ekki að tala meira um Arsenal. Það er þetta góð punktur. Þú veist, þá er vondarliðið búið að vinna ef þið ætla ekki að gefast upp. Það er svona heilt lið, þetta er ein mannskja. Já. Kannski öðruvísi að vera að tala. Hvað eru Swifties, það er bara að láta ykkur heyra og segja kalla ykkur nöfnum? Já. Swifties eru brútal, sko. Það eru brútal, sko. Ok, og hvað hafa þið sagt ykkur? Nei, þú veist, bara við séum leiðilega að tala leiðilega Taylor Swift. Já, við erum ekki fans, sko. Já. En það er ekki brútal að kalla leiðir, það eru bara svona... Nei, ok, þau eru ekki, þú veist... Hvað er að ljóta sem það er sagt? Við okkur? Já. Hvað var það? Ég man ekki hvað var heldur. Það var ljótt. Já, var ljótt, sko. Við blokkum þetta bara út. Hvað er að ljóta sem sagt þig? Í tengslu við og... Já, bara allt. Ok. Stundum kemur eitthvað svona inn svona á message request og svo er kannski farið 20 setna. Já, það var fólk bara reitt þarna í mómentinu. Já, einhverju mómenti svona og svo er kannski bara farið 20 setna. Já. Svo var eitthvað þannig að, já, heyrðu, við vorum ekki að grína rafíþróttamönnum. Já. Sem að ég vissi ekki að mætti ekki gera grína. Ég ætlaði að því að gaurinn hliðin á mér er svona rafíþróttakall. Ég sagði bara, þetta er bara einhverju lúðar leika sig í tölvunni, hætti að kalla þetta íþróttir. Eitthvað svona, og ég var pretty much að djóka. En það er samt, þú veist, ílega minna þetta líka. Þá fekk ég alveg þvílið að heyra, sko. Þú veist, það er fullorðnir gaurar í tölvuleikjum. Þetta er bara svona eitthvað koncept sem ég skil ekki, sko. Nei, já, skilur þá ekki þessi íþrótt. Ég skil alveg að þú mátt alveg græða penning og vera góður í þessu, en þetta er ekki íþrótt, eða? Nei. Íþrótt er physical. Já, ef maður hugsa það þannig. En svo er skák íþrótt. Ég myndi ekki talja það sem íþrótt. Já, það er svona að þú ert að vera strategy, sko. Þetta verður svona klá, sko. Það er svona eitt með spil. Fyrst er bara íþrótti þá mega vera þannig að það verður að hreyfa eitthvað og gera eitthvað. Já, mér finnst það íþrótt, já. Meira. Mér finnst það sama að fólk kallar allt annað íþrótt. Já, þú veist svona eins og bara einhvern veginn þegar kallar einhver sitta einhvern veginn með headphone eitthvað coverað mig, þú veist, hafið aldrei séð þá verið að spila einhver töluleik og heyrðu að tala við einhvern mann á... Jú. Já, hræðilegt. Hræðilegt. Bara ekki tölvuspili allan daginn. En jafn hræðilegt þegar hann stendur upp og öskrar á sjónvarpi að því einhver maður hitt ekki mark. Það er alveg mikið svona... Það er mjög eðlilegt. Það er mjög eðlilegt. En ef ég væri stelpa á þetta kærasta sem var einhvern veginn... Ég er bara svo herrið. Ég er farið. Mér finnst það alveg jafnslæmt, sko. Þetta er ekki jafnslæmt. Ég er að djóka. Sko, Gunni kom heim núna daginn. Hvað var 2 dags... Það var á á laugardagskvöldinu og ég brjálaði með okkur og svaraði ekki símanum með eitthvað, hann vissi ekki hvort það var til eitthvað að borða heima. Svo var ég bara, hvað var að gerast? Þá var eitthvað leikur nýbúinn. Heldur Arsenal? Nei, hann held með Chelsea, en það var eitthvað leikur búinn. Þeir töpuðu
á laugardaginn. Klukkan mitt 17:30 byrjaði leikur. Akkurat. Klukkan 7:30. Og ég bara, hvað? Og svo er ég bara, hvað var... var... Áttu, skæðast ég að tap, þá áttu að vera með eitthvað klappt að geta. Já, þú veist, hann má bara lappa inn heim. Og það er bara alla daga. Já, þetta er alla daga. Nei, þetta er ekki alla daga. Þú veist, það er næstu mjög marga daga. En þá kannski ég verið með takk og klárt eða eitthvað. Ég var bara, byrju, hvað gerðist? Þetta er bara smá kjúklingur og þú veist, á pönnu og Startið ég sagði bara að panta sem mat og þegja, þú veist hvað er ekki græði. Ég er mjög lukkulega með það, maður horfir ekki á það sko. Nei, þetta breytir skapi. Það er bara, hann er eitthvað að reyna að impressa þig eitthvað. Nei, en sko, ekki að vera... hann spilaði ekki tölvuspil fyrst líka þegar við kynntumst. Hann byrjar því. Svo gaf ég honum PlayStation eins og okkur fucking trúður. Já, það er þá byrjar hann að spila tölvuspil. Mér aldrei ég haf mikið langað bara að brjóta ykkur vel. Eða þið, hafa brotist inn hjá okkur. Já. Tölvan er farin. Wow. Bara PlayStation tölvan. Já. Bara þú verður að gera það við sjónvarpsstöðvar. Ekki gefa mönnunum ykkar tölvuleika Nei. Ef þið viljið ekki að... Já. Nei, en við spurðum okkar hlustendur sem við vorum að ræða, eru pott þínir líka, sko. Já, ok. Já. Sem áhugamál. Svona hvað, þú veist, eins og sem, þú ert svona í forsvari fyrir fótboltaspil og fótboltaspilara. Ok. Þú veist, þetta er ok, já, þetta er samt, ok, já. Ok, þannig að við viljum bara svona, þú veist, eins og hérna, spyr bara okkur stelpa, af hverju er alltaf sagt að maður er að passa sig á fótboltastrákum? Já, þetta er, ég veit ekki hvað að segja, þetta er nú margir af mjög ljúfustu gaurum sem ég þekki eru fótboltamenn, sko. Já. Þetta er svolítið margir, nefndu dæmi, ljúfur, hann er smart maður, einhver mestu öðlingur sem þeir kynnist. Við erum ekki að tala um markmennina, þeir eru flottast. Já, við vorum búin að kofra það. Frábær punktur hjá þér. Þetta er allt indíslegir náungar, ég meina, bara þið farið í gegnum þessa drengi, þeir eru allir indíslegir. Já. Ég vil passa sig á þeim, ég held að sé, já, ég hérna... Of indíslegir. Já, kannski þessu of indíslegir. Já, of góðir, já. Þú kannski orðar þetta best. Já. Við erum of indíslegir, ok. Akkur er svona dramatískir? Fótboltamenn? Já. Það er leikþáttur. Dramatískir bara ertu á að tala um svona að fá kannski smá högg hérna og halda svona hausinn á sér. Já, það hlýtur verið að meina það, sko. Því það er líka spurt hérna bara hvort þið fara á leiklistanámskeið. Já, þetta er góð punktur af því að þú veist, af því að ef þú færið eitthvað smá högg hér og heldur hausinn á þér, þá ertu að reyna að blekkja dómarann til að gefa þér rautt spjald. Þannig að, þú veist, þeir eru bara að selja þetta einhvern veginn og bara svona stundum verið að vinna tíma, það sparka eitthvað aðeins í þá. Þannig að ef þú liggur þetta lengi og lætur svona aðeins, þá ertu að taka tíma á klukkunni og svona. Þannig að það er svona margt svoleiðis. Ég er sammála, þetta er svona einn af ókostum fótboltans, ég er alveg sammála því. Hvað er dramatískir? Já, þú veist, þetta er bara leikaraskapur. Já. Þið finnst það ekki gaman. Þið finnst það ekki gaman. Ég held að engum finnst það gaman. En þitt liðið hvað, Man U? Já, og þeir eru eitt nú leifur og einhver leikur. Já. Já, það var ræðilegi. Já, ok. Mér að hinni þá. Start upp. Heldur þeir séu þessu for fun eða for money? Bæði. Það er náttúrulega, þú veist, svo er þetta bara þannig að þetta er bara svona pínu lítill klukki sem þú hefur. Þú veist, þetta er ekki eins og flugfreyja, getur ennþá verið flugfreyja 79 ára. Skoða við. Er það? Já, það verðist þér Ok. Þú veist. Líka bara fyrir svo flugfreyja sér saman og eftir fótboll. Nei, ég er umlað ástæð fyrir að nota þetta, sko. Ég verð alltaf að flugfreyjulið sé svona eins og fótbollalið, sko. Ég vil alltaf að eina gamla kempu, en svo restin sé svona feskir ungi leikmenn. Ok. Og já, þetta er svona, þú hefur bara 10-15 ár og þú verður að kassin eins og getur eitthvað virkilega í fótbolla, sem er bara 0,001% af þeim sem geta þetta. Já, þá ferðu bara til Saudi, gerur bara allt sem þú þarft til þess að kassa inn og þú mátt ekki hugsa eitthvað ég væri gæð til að vera í Milano, þess að næst að vera í Milan, góð matur og flotta nei, þú ferð til Riyadh í Saudi-Arabíu en það býðst 2 pókar í viðbót á peningum, sko. Og það er bara, þú veist, þú átt bara að líta þetta sem útgerð því að svo allt í henni kemur bara dagurinn þar sem bara síðasta innborgrunni er komin og það var bara búið. Og nýjað ónýtt. Það er svolítið. Það var gott að vera orðin áhrifavaldur og svona. Já, rosalega gott að vera áhrifavaldur, sko. Já, akkurat. Það, ég var aðeins verið í mótil. Já. Sussi. Þetta er margt sem myndi bara held ég trigger eða svona leiðilegt bara. Ok.
mikið svona nepotism. Nepotism? Já, nepo babies í fótbolta. Til að komast inn svona átt ríka foreldra. Þú veist, ef pabbi minn David Beckham, ég þá líklega til að komast lengra. Já, það þannig. Ef þú skoðum til þess bara íslenska körfuboltalandsliðið, þá eru allir sem eiga eiginlega körfubolta tengda foreldra. Skilur hvað við? Ef þú skoðar íslenska fótboltalandsliðið, allir skagagauðarnir eiga svona 99% tilvika skaga foreldra sem voru góður í fótbolta. Ég meina, sjáðu eins og Gummi Ben, sonur hans þú veist, besti íslíkunni í dag, kannski ásamt Tákona Haralds, Albert Guðmundsson spila með Fiorentina. Dætur oss 3 allar í úlingarlandsliðum í fótbolta. Þú veist, þetta náttúrulega líka bara svona kultúr inn á heimilum og þú veist. En heldur þetta sé ekki, þú veist, vera að fiffa sambönd? Nei. Eins og Neppo oft talaður. Já, nei, þetta eru það góðir. Nei, það er ekki með það ekki. Þetta er meira uppeldi. Já, og líka bara svona, þú veist, ef ég búin að tróða þér inn í landslið og getur ekki neitt, fuck off. Það skiptir engin máli. Það ekkit bara eitthvað. Nei. Það haldaði bara. Það er aldrei. Pabbi þessi eða eitthvað. Nei, það er bara ekki hægt. Þá sjá bara allir sem horfa, hún getur ekki neitt. Hvað er hún að gera? Einmitt. Nei. Ok, þannig er ekki mikið nepotism varandi að komast eitthvað langt. Nei. Gæti samt að kannski fengið eitthvað svona Þú gæti fengið eitthvað forskot, Já, þú farið forskot líka bara að eiga foreldrar sem þekki geimið. Þú veist, ef þú myndir fara í pólitík, þá var það geðið forskot fyrir þig að geta bara labbað á einhverju kalli sem er búin að vera í þessu 20 ár og spurt hann bara, ég var í smá vesinni hérna, hvernig dílaði þetta? Já, svona, þegiðu núna í 2 daga, segðu svo þetta hérna eftir 2 daga. Það er alltaf forskot að hafa einhverja sem er á heimilinu sem hafa einhverja reynslu. Þetta er meira þá bara svona uppeldið og menningin og svona, ok. Þú veist, af hverju eru svona mikil laun í þessu? Það er að því að, sko, fótboltalið er svo rer. Þú veist, eins og, bara, ok, tölum til þess að NBA. Það er ekki hægt að fjölga liðið með NBA. Ég myndi að við ættum Miami Heat. Það mun aldrei koma annar lið í Miami. Við eigum þá bara allt þetta dæmi og við eigum náttúrulega allt Flórida, allar körfuboltan í Flórida. Já. Og það er ógeðslega mikill áhugi. Og svo er svo ógeðslega mikill borga peningu fyrir þetta í sjónvarpi. Auglýsingar líka. Já, og bara, auglýsingar og allt þetta. Þannig að þetta genereita svo rosalega pening af því að áhugin er svo mikill og allur heimurinn að horfa þetta sem globaliserað. Manchester United á jafn margar stundismenn í Tælandi og Englandi. Já, ég meina, bara það er þannig. Þú veist, ég meina, það eru gaurar og hvort sem er í Íslandi, Noregi, Kenía, Suður Afríku, þú veist, Filipsheim sem sofi ekki á kvöldinu ef að leikinni var illa, sko. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er svo global, svo stórt. Já, þetta er bara svo ógeðslega stórt og og svo ertu bara komið svo mikla samkeppni með, þú veist, arabapenningan inn í þessu. Ok. Þú veist, Sátarnir eru komin með ógeðslega mikið pening. Kínverjarnir koma á tímabili með ógeðslega mikið pening og Rússarnir líka. Svo verðist alltaf verið til peningur í Tyrklandi og svona sko. Þetta er velborgað. En þetta er bara velborgað fyrir allra bestu. Já, en þú veist, hvað er hæstu laun sem þú hirtum í fótbolta? Það er náttúrulega bara þessi díl sem að Ronaldo er á í Saudi-Arabíu. En sko... Hvað er hann við? Þetta er bara eitthvað svona tala sem bara hún er bara það há að ég einhvern veginn svona geti, ég þori ekki alveg að fara með hversu margir milljarðar eru á ári. Af því að, sjá eins og Messi-samningin, hann fer til Bandaríkjanna, fer til Miami og hann er með hluta af öllu sko subscription base-inu hjá Apple, sem sagt Apple TV eða hvað sem þetta heitir. Þeir eiga MLS-deildina. Þannig að eina leiðin til að horfa á MLS í Bandaríkjum er að vera með einhverja Apple þjónustu eða móttöku. Og hann á einhvern veginn, þú veist, þannig að hann fær prósentur á þessu öllu saman. Og hann á líka hluta af liðinu. Þú veist, hann á steik í liðinu sem meikar ógeðslega mikið sens. Já, og þá vill hann vinna og eitthvað svona. Þá vill hann vinna og þá er hann bara, þú veist, að representa þetta lið allan daginn og þú veist, það er ný treyja, þá er hann bara mættur í treyjun og þá eru bara fans út allan heim sem verða bara eignast þessari treyju. Ef hann ætti ekki í þessu lið, þá myndir hann að segja, setið bara eitthvað annan í þetta og, þú veist, þannig að Já, þannig að það eru bara margar milljónir á, þú veist, dag. Já, bara endalaust. En eins og ég segi, þetta er stuttugluggi sem við höfum til að þina.
Það ekki allir eins og Cristiano Ronaldo sem búin að þjána síðan 2002, sko. Við byrjum bara þjána 2002, Já. samt. Já, ok. Það alveg 20 og samt. 23 ár Já. sem hann búin að vera pró. Það unreal. Engin ásuna feril. Hvað hann gamall? Fertur. Ok. Hann rosalegur. Hann svakalegur. Hann ennþá með mesta followers á Instagram? Já, bara kóngurinn á Instagram. Það rosalegt maður. Já. Lækar allt. Ég læk allt hjá hann. Bara mér alveg saman hvað Var hann? Við erum þannig með Kim. Ég þannig, ég læka, ef ég sé eitthvað, Já. ég læka, það prinsipið. Ef þú ert ekki með læk frá mér, þá hef ég ekki séð það. Já, ok. Allt bara. Barnamyndir. Ok, og vini mínir kannski komið einhverju kærust sem 15 árum yngri en hann og hún kannski engu á Instagram. Þá lægur Þá ekki. finnst mér ég að svona siðferðislega rátt kannski að vera að læka þetta. Þú veist. Ok, en þú sást það. En ef að litla barni eitthvað að klappa eitthvað þá bara. Já, ok, flott. Ok, en já. Hann Samsung, það doppelklikk. Bara Já, það doppelklikk. já. Það ekki doppelklikk. Jú. Þið með svona líka? Já, Okay. það bara þannig á Instagram held ég, en Ok, alltaf leið. kannski virkar bara eins í Samsung og Apple. Já, er það Facebook þá Instagram? Nei, ég veist ekki. Öllum miðlum, ég like allt, miðlum, já. I like everything. Já. Hvernig fara með peningin sinn? Fara allir jafn vel með peningin sinn? Nei, Nei. það er sko þekkt að flestir íþróttmenn var átt gjaldþrota, sem það er mjög algengt. En í dag er það svo vel hugsað leikmenn að þeir fá allir þessa hjálp og kennslu og allt svoleiðis. Og þetta er náttúrulega... Já, fjárfesta. Já. Og ég meina, sumir eru bara, spila bara beilaðan varnarleik, bara strákar á mínum aldri sem að taka þátt í að kaupa fullt af íbúðum bara. Þú veist, og bara, þú veist, eru í einhverjum slíku, einhverjum áhættu fjárfestingum. Þetta er svona verið nokkuð solid á Íslandi að vera bara í þessu. Hvað hæstu launin á Íslandi fyrir að vera fótboltamaður? Á Íslandi? Já. Ég myndi segja svona rúmlega 2 milljónir á mánuði. Ekki meira? Nei. Ok. Bara þegar Íslandi, við erum með 6 mánuði aktíf að spila. Já, meina það. Stuttan tíma, hvað segir þú? Íslenska boltan. Já. Það er mjög vísalt. Já. Það er ógeðslega vísalt, þú veist, eins og bara, það er alveg haugur að liða, þú veist, eins og bara Víkin í Fossvoginum, þegar þeir eru svona neðsnir í dal, það er bara haugur og fólki mættur og hvernig einasta leik. Já, mæta, já, en er verið að streyma þessu líka og það er mjög Já, og það er verið að betta á þetta. Já, auðvitað. Ísland er svo vinsælt fyrir bettinga því að við erum á sumrin, þegar allir hærir í fríi. Þá er bara útlendingar endurist að betta á íslenska fótboltann. Og bara einhverju Tyrkir að senda á íslenska leikmanni, hún á drepist og eða mammaðinn einhvern veginn gerir svona og eitthvað. Er þetta ekki mest vinsælt út af því þú getur grætt á þessu sjálfur? Það hlýtur að vera. Betting? Já. Nei, bara fótbolti. Nei. Er þú að betta? Það er bara, þetta er bara skemmtilegt. Já, ég hef alltaf gert það. Já. Er það skemmtilegt? Já, mjög gaman. Það er bara skemmtilegt, þú veist, líka bara út að horfa eitthvað út eins og pílukasti eitthvað, setja smá á annan sem fílar eða eitthvað svona. Bara til þess að hafa eitthvað svona ástæð til að horfa á þetta. Myndur þú horfa eða þú er ekki að peningunni? Já, ég er ofta ekki að setja neitt á, bara eitthvað smá bara á gaman að þessu. Næsti markaskórar eða eitthvað sko, þú veist eitthvað, þú veist, ég veist gaman að ef það var ung frá Ísland, ég setja 10 eurur á einhverja eina þetta sem myndi vinna þetta. Okay. Þú veist, ég setti eitthvað, þú veist, ég held að Bjarni Ara myndi vinna þarna Eurovision. Já. Geðveitlega aðeins lengur. Já, ég mitt. En þessi djúlu og óhaldar. Er það kannski ástæðan okkur fílar ekki bíóspólur og svona þætti er það því að þú getur ekki betta á það? Vá, býtu, nú er ég komin eins og í einhver gamblinga dikt hérna. Nei, það er ekkert með það að gera, sko. Ekkert með það að gera. Þú ert að tala um að betta ungur á Ísland og... Nei, ég segi það bara á allt. Það er bara gaman að, þú veist, einhvern veginn, þú ert að horfa á Eurovision, gaman að vera bara með 10 eurur á sig eða, þú veist, whatever, eða hvað, vilt setja á það. Bara gaman að, þú veist, kosningarnar. Verður að betta þær? Já. Ok. Þú voru þið ekki í útlandum í bóði veðmálafyrtingis? Voru þið bara einhvern veginn... Jú. Við vissum það fyrir, en þú veist, við erum alltaf líka bara Love Island og þú veist... Já, ég setta á það allt. Já, það er umhverjulega sjór. Við kunnum ekki að betta það. Nei, en Óskarinn, það er það betta, já. Þannig að þú veist, þú getur hort á bíómyndir og svo betta. Já, bara Óskarinn, já. En ekki bara... Þú getur ábyggilega betta einhvers staðar á box office number 1 Já. Hlýtur það. Örgulega. En ok, flestar aðra spurningar voru rosa mikið bara eitthvað svona... Hvor er betri, Messi eða Ronaldo? Nei, alls ekki. Hvor er? Það er bara, þetta er geðvig spurning, sko. Hvort fyrir þú meira, Messi eða Ronaldo? Ég er ekki mikið Ronaldo kona, sko. Nei, ekki heldur. Ég veit ekki mikið um Messi.
Mér veit bara hann heitir Messi. Já, ég veit ekki mikið heldur. Ég gæti ekki spennt á hann á mynd, held ég. Ég myndi nú segja að Ég held ég geti bent á argentínsku stelpurnar, þetta nú alveg glæsilegur hópur. Já. Það voru þarna á hóteli með mér í Katari fyrir Óstaríkina HM 2022. Þar voru konur leikmanna og það var glæsilegur hópur. Glæsilegur hópur. Argentína, þetta er glæsilegt landverðistur. Já. Hafið komið þarna? Nei, undra ekki. Ég hef ekki. Þetta er að prófa það. Já. Ég hef ekki prófað. Er Ronaldo það? Nei, Messi er Messi, það. það. Ronaldo er frá Portugal. Ronaldo er frá pínuvildi eigi sem heitir Madeira. Plegir að fljúga þangað. Ok. Alla þriðjudaga? Hefur farið? Nei. En það allt var snýst Fótbolta. Ronaldo. Ronaldo. Bara Já, Ronaldo. Jú, og flugvöldurinn heitir Cristiano Ronaldo International. Nei. Það er alveg íkon. Það er undra, já. Já. Það er hart, sko. Já. Þetta er svona eins og Tenerife. Það er ekki alveg af gott svona í janúar og desember. En annars bara ekki geðvikt, held ég. Ok. Já. Það er bara heilt Hvað er bæjarfélag. að playa að fljúga þanga? Það er svona vinsælt sumarleifistæður. Það? Já, bara Madeira er bara svona, þú veist, þeir eru bara í túrisma. Þetta er bara alveg, þetta er mjög svipað á ábyggilega Tenerife eða Canary eða hvað það er. Já, það er þetta. Nei, Madeira. ég held að hann væri frá Aveiro eða eitthvað öðru í Portugal. Nei, hann er frá bænum Funchal í Madeira. Hann ólst upp með mikla fátækt, eða ekki? Jú, pappans alkoholisti. Hann er svona virkilega töff. Messi fær svona smá inngjöf. Hann átti að vera svo rosalega lítill. Þannig að hann fær svona, sprauturnar, já. Hann semst átti að vera 1,50 eða eitthvað. Það? Og þá fær hann svona injections sem semst Argentína fer á hausinn í kringum aldamótin. Bara alvöru gjaldþrot. Bara landið? Já, bara Argentína, don't cry for me Argentína. Fór bara á haus. Bara ekki til króna og var ekki hægt að kaupa þessi líf og eitthvað svona. Messi fyrir Barcelona, hann er bara eitthvað 12 ára, þetta hann er parinn og þar gæti hann fengið þessi. Og hann er náttúrulega bara með svona þyngdarpunkt að þú getur ánum sem þetta íta bara í þetta hús hérna. Og þess að gauður með svona lágan þyngdarpunkt, þú gerir ekkert í þessu nöggum þegar þeir fara á stað, þú ítir í þá. Þetta er bara svona, þú veist, þeir eru glerharðir. Ok. Þannig að Það eru tveir mjög ólíkir þá. Já, er ekki Ronaldo svona smá skinny og léttur? Jú, hann er svona líka svona lúk, ég með svona lúkið líka, sko. Hann er svona flottur bera ofan og svona Messi. Nei, hann Ronaldo. Já, hann plokkar auðvitað niður og Já. En hvað er það með börnin? Hann vill ekki eignast þau með konu bara... Já, hann á með Georgínu þarna. Á hann barn með henni? Já. En ekki allt með hann á þessi staðgöngumóður þarna. Já. 2010 barnið. Varst hann ekki tvíbura með þau? Nei. Er þetta ekki 5 allt í allt? Það dó hann einn í fæðingu. Já. Var það kannski einn af tvíburunum? Nei, man ekki. Já, það var annar tvíburinn. Já. Og... Hann átti ekki konu þegar hann eignast staðgöngumóður. Nei, er það nokkuð? Nei. En hann var samt eitthvað ég eignast barn? Það var amerísk kona eða eitthvað slúðis. Ég man ekki alveg hvernig það var. Það bara kom bara allt í hennu, bara barn. Já, einmitt. Ok, glæsett til að mikið. Já. Congratulations. Sjálfur. Já, hann er eins og hann er 5. Men Georgina, við séð þættina, þeir eru æðislega. Ég er eftir að sjá það. Ég verði að sjá það. Er hún með þætti? Hún er með þætti. Já, það er eitthvað Netflix. Netflix, Georgina. Hún bara, þetta er reality TV. Reality og hann kemur inn í þættina og ótrúlega sérmennandi fólk. Já. Indislegt fólk. Já. 5 börn, já. Já, 5 börn, já. 5 börn. En hann á örugglega nóg til, hann er ekkert... Já, ég held að það eigi nóg til, sko. Já. Ég held að sé, við þurfum ekki að hafa miklar ágjur af þeim, sko. Nei. Börnin eru örugglega í góðu standi bara, vandi. Já, örugglega. Ætli þau fari öll í fótbolta? Heldur það sé bara... Nei. Ég held að þau hafi það bara of gott. Vandamáli í þessu lífi að það er ekkert hungur í paradís. Ef þú hefur það svona gott, þá hefur ekkert eitthvað motivation. Þú veist, ef þú elst upp bara og bara allt bara, hvað ætlar þá bara út á laupi-rigningunni? Einmitt. Engin harka. Nei, það þarf svolítið bara að byrja að koma með hörkun eftir. Þú barn? Ég á 2. Þú 2 börn? Já, 2 stráka. Já, ok. Og eru þeir í fótbolta? Nei. Jú. Ok. Svona 7 ára, hann er í fótbolta. Svo ég veit sem er að vera 18 ára. Já. Hann er ekki í fótbolta, hann er einhverjur. Þannig að hann hefur ekkert, þú veist, hann er ekki áhuga bara? Nei, bara, þú veist, hann er bara ekki hreyfi getu í það neitt svoleið, sko. Það er, þú veist, en hann er í ykkur öðru, sko. Já, en þessi yngri, hann er í fólk. Hann er all-in. Já, mitt. Já, ég held að hann eigi svona eitthvað heimsmyndstur á mætti að eiga búningum, sko. Hann bara, það er svona 80 stykki sem býða mót hana bara, hann er bara að velja, sko. Það er, ég átti 1. Já, þannig að hann er ekki upplöðu hörkuna?
Nei, það er ekkert eitthvað brjálu verka. Nú á búningum og eitthvað. Já, og bara, hann bara gerir ráð fyrir að fá þetta bara. Hvernig foreldrar ert þú á hliðalínni? Erstu bandvitlaus? Nei, ég reyna að hafa mig bara mjög vel. Þetta er náttúrulega, ég ringir rosalega alvar í þessu nú, sko, hann er 7 ára. Þannig að þú veist, það er mjög vant. Ég hef alveg séð fyrst, já. Já, maður hefur séð þetta allt saman og þetta var náttúrulega, og það er náttúrulega, þú veist, eitt af því góða eins og við Samsung símana er að ef þú sérði eitthvað fáránlegt, þá getur þú tekið vídeo að því strax. Já, það er ekki hægt á Apple. Ég held ekki. Nei. En það er náttúrulega fyrirbyggjandi líka. Þú veist, ef einhver gjössalega missi sig og einhverju bara mætti með myndavél á þá bara svona hefðu hvað er í gangi hérna. Var ekki heil þátt að sér hugmynda, hliðalínu? Jú, en ég held að þau að maður náttúrulega þurfti að klippa margt aðeins versta út úr því. Já, ég heyrði það. Já, og að öskra og garga á börn, það er, mér finnst þetta svolítið merkið, stundur líka verið vitna því að fólk, bara eins og ef svo þið tvær þetta stelpuðastrák 10 ára eða eitthvað, sem hafa aldrei verið í fótboltaferðinu er samt kolruglu á hliðalínunni. Þetta er eins og ég myndi standa á 5-leikamóti brjálaður yfir því að aðhlaupi hefði ekki verið nógu gott eða hann hefði ekki haldið sér nógu verið í hringjunum þú veist, eitthvað dót sem ég literally aldrei hort á að fylgst með. Nei. En svo kom bara allir inn í fótbolta og það tellir sig allir hafa rétt á einhverju skoðun og eitthvað spila meira það er bara, hvað er rugglega? Leðu bara krakkanum að sóla og halda áfram og gera sem það vil gera. Þetta er nefnilega, það er hiti í fólki. Það er mjög, það er alveg hárrétt, já. Það er hiti, sko. Og þetta er oft vandræðalegt. Já. Svo getur maður alveg staðið að segja því að vera bara svona, shit. Já, er það ekki? Já. Ég var eina 3 ára og Gunnustum þú ert á æfingu, og hún er 3 ára. Já, fárlegt, sko. Ég held að hérna spurningum þessu er líka, það er eins og við kannski settum þetta smá upp þannig eins og við værum að tala við eitthvað sem væri currently í fótbolta. Currently, já. Þannig að, þú veist. Ég kemur kannski fólki óvart þegar ég er hættur að spila. Já, ég held að koma alveg fólki óvart, sko. Og ég líti út eins og leikmaður, sko. Einmitt. Toppstandi og svona. Einmitt. En við getum alveg sagt það er mikið spurningum af hverju eru þeir að halda fram hjá. Já, þú veist, eins og segi, ég held að sé bara athygli og eitthvað slíkt sem að ef að það er rétt, sko. Já. Og auðvitað ef ég alveg heyrti því, ég er náttúrulega ekki þú veist, ég er náttúrulega ljúaður að ég hafa ekki heyrt af þessu. Já. Og já, hafið þið verið með fótboltamann, eða? Hafið fótboltamann? Nei, marga vinkonur okkar. Já, við þekkjum þetta. Og þeir verið að halda fram? Verið leiðilegir, já. En þær verið að halda fram hjá þeim, eða? Nei, nefnilega ekki, sko. Þeir eru fókos. Já. Þetta er svona. Já, ég það er svolítið erfitt að koma inn sem talsmaður einhverja leikmanna sem eru aktífur núna, sko. Já. Þú veist, kannski er þetta aðtekling, kannski er þetta bara eitthvað litlir í sér eða eitthvað. En færðu ekki, já, þú veist, að því þú ert, þú veist, doktor fútból, skilju, það er svona eins og sért með masterskráð í þessu, ef þú pælir í nafninu. Já. Doktorskráð. Já, en þú veist, framhjáld leikmann á Íslandi, að einhver strákur í Selfossi Nei, ég skil það, já. Þú veist, nei, en jú, ég hef alveg heyrt þetta allt sem er að tala um og það sem að, fólki sem að spyrja ykkur er að tala um, var þetta framhjáld leikmanna, en ég held að sé ekki bundið fótbolta, ég held að sé alveg eins í körfubolta, handbolta og eitthvað. Já, íþróttum bara. Já, það sem er fræður frammi. Þetta er kannski bara keppnismenn. Já. Ég ætla að reyna að fá nýja vinning. Já, þannig. Trophies. Já. Nei, en svo eru til alveg dásanlegi fjölskyldumenn í þessu. Já, þetta. Það eru alls konar fólk. Já. Þannig að það eru misjandar í skvöru, sko. En færðu ekkert svona margar random spurningar að því þú ert, þú veist? Jú, það er alltaf verið að fólta. Þú stundum er alveg næst líka að tala ekki um fótbolta, sko. Já, það ekki. Hvað fílar að tala um annað? Já. Þegar þú lendir í boði með svona gaur. Það er líka bara leiðilega. Nei, þegar þú lendir í boði sem er bara svona, þú ert bara, ok, það er bara enginn hérna sem fylgir með fótbolta. Já, ég myndi hitta kallið henni, myndi bara fara að tala við hann um fótbolta og það kemur rosalega úr þegar hann tala ekki um það. Hvað getið talað um annað fótbolta? Bara current affairs. Hvað er, þú veist? Pólitík þá, eða? Já, ég er mikið náhuga því. Já, ok. Já. En hvað er svona hobbyðin fyrir þessi gaman að enda? Golf, ok. Já, það er ógeðslega gaman. Ég sá að þið hérna LXS stelpunar, þeir fóruð í golf, ég fylgdist með því. Mér finnst það mjög skemmtilegt, það fannst mér bestið þátturinn ykkar. Ok, sí. Varst þú kannski ekki? Já, jú. Voruð ekki? Við skutum eitthvað smá. Já, og þar sagði þarna einn að henni var kennt að golf ætti að spila í góðu veðri
Já, Birgit sagði það. Já, og mér varst þú svindið að það aldrei gott viður á Íslandi. Nei, ég skil ekki. Hvað fólk að spila? En sko eitt af því sem pirraði mér LXS þetta var ákveður fóru svona fáar í loftbelgir í Marokkó. Já, þetta pirraði ekki, já. Ég afskaplega loftrætt og hinar voru grautþunnar. Við vorum komnar heim 3 tíma áður. En hvernig þorðuðu bara að vera einhvern veginn á mökkinu í Marokkó? Voruðu bara í meiri Marrakesh? Við vorum í Marrakesh og vorum búin að vera að fara hringinn í kringum landið þar sem það var ekki að fá vín eða neitt. Nei. Við bara fórum á stað og fengum fyrsta skiptið góða mat, koktela og við bara, við vorum komnar heim, við vorum bara voru niður í bæ. Við vorum bara veitingastað allan tímann. Bara sama staðnum og vorum með far þangað og heim. Já, þannig að þið voru ekki að lappa Marrakesh eða neitt svona. Við vorum allan tíma á samstæðan, bara fór beint heim eftir það. Og svo voru 2 þarna klárar á leiðinni í þetta og maður satt þarna heima einhvern veginn hálf ónýtur yfir þessu öllu svo. Já, þú náður að horfa á þetta. Já, ég hef gaman að þessu. Já. Ég elska svona einhverja stelpur að rífast eitthvað. Já, eftir reality TV. Já. Ég hef sko íslenskt reality TV. Okay. Þetta er svo ástarfleiðin fannst mér frábæra þetta. Já. Og allt sem hefur svona eins og íslenski bachelorinn, ég hef eitthvað útlöndum. I don't give a shit. Okay. En að Íslendingar séu einhvern veginn að rífast í fílu eitthvað og þú veist, ein þeirra svara aldrei messageinu. Hún bara einhvern veginn hunsaði messages og svo bara þá var ég bara svona, hvað er að henni? Já, einmitt. Hvað, hverju svarar hún ekki skilja? Ég meit svona í Dóttarfólk, eða var með hann. Hann svaraði aldrei messageinu. Já. Hvað er það? Það er ekki leið. Það er óþolandi. Það er óþolandi, já. Það er bara, þú veist, eitthvað bara kannski sér þetta og bara, hvað var ekki búin að svara? Þetta er geðugur. Einmitt. Það er ekkert eðlilega dónalegt. Já, bara svona eitthvað, bara brjálæði að gera. En ég, er aðeins búin að ræða þetta af fólk. Þetta hefur eitthvað með, sko, ykkar kynslóð og kannski yngri, þessu kvíðni krakkar. Þau vilja bara ekki sjá eitthvað svona litaðan kall, mynda andlitinu ykkar. Bara, þetta er vesen. Þetta er nú bara aðeins vera. Líka kannski smá frestunar. Já, held að segja, já, einmitt, já. Drullastu bara til að svara strax. Og svo er það við aðalkongarnir í dag. Sem svona fólki. Blessaður, við notum voice message. Já. Það er alltaf, það er aðalmálið í dag. Æðislegt fólk sem notar voice messages. Mjög erfitt að sanna þessi varst ekki þú, ef þetta leikur. Já. Blessaður, notar ekki voice message? Jú, já, en maður segir alltaf, sorry, ég sé að senda voice. Já. Sorry, ég sé að senda voice, ekki segja sorry. Þetta er svona podcast bara. Já, svo bara 10 mínútur. Hafið aldrei verið í leigubíl einhverju svona latínulandi og einhver gaur byrja bara að hlusta okkar og svo er bara einhvern veginn voice message í gangi í 4 mínútur svo svarar viðkomandi í einhverja 4-5 mínútur. Það er þetta geggjað. Ég myndi hlusta það alltaf á 1000 speed. Já, maður tekur það alltaf á smá speed, sko. Ég tek á 1,5, sko, því ég er kannski alveg jafn öflugur og þú, sko. En það er fínt að fá þetta á góðum hraða og ég elska voice message. Já. En sko, reality TV, þegar við tala um það, þú veist, það kenndi okkur til eins og Lofaland, það kennur okkur hellikum fótboltamenn. Nei, ekki það. Já, mástu Grace var að deyta eitthvað, nú manni ekki hún heitir samt, Gemma Owens, dóttir Ykkur Owens. Já, dóttir hans hérna Michael Owen, já, hestastelpan, hún er potið fyrir hestum. Já, hún er hestum, já, þú veist, maður læri alveg svona smá inn á þetta. Já, læri svo bara svo fyndi hvernig Bretar, ég veit ekki hvernig þið fóru fyrst til Englands. Hvað árgerð er þið? 96. 96, þið eru 30 að verða. Nei. 2 gamlar, ok. 28. En allavega, breskar konur og breskir kallar. Þetta er þá sá hópur í heiminum sem breyst hvað mest í heiminum í útliti. Þegar ég fer 80s, 90s til Englands, þá er húðin á þessu fólki, þá er bara allt, bara, allir á pöpnum og bara fólk leiti ekki rosalega vel út. Dag, það er allir í toppstandi, það er allir konur í turkey teeth, það er allir tanaðir, það er allir bara einhvern veginn með alltaf á 10. Það er svo skrítið að þetta gerðist bara svona. Já, þetta er alveg rétt. Já, þetta er ógeðslega góða punktur. Og svo bara er allir bara einhvern veginn bara svona, já, Bretar er svo ljótir, eitthvað svona. Svo fara þeir bara til Manchester eða til Englands og bara, herðu, þjórnandi, ég var að byrja ykkur afsökur. Þetta er glæsilegasta fólki heimi. Bara takk. Hugsa sig. Já, það gera það, sko. Endalist og bara pöppar að loka og bara eitthvað próteinbúður komnar í staðinn. Þetta er bara svona óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan. Einmitt. Og þú veist, en þetta tannadæmið þeirra er glórums. Þetta er svo vont og þetta er svo... Þetta er, hafið líka séð hvernig þetta er gert. Þegar þetta, þú veist,
það sumir sem gera að tala um að skafa tennurnar niður. Já. Bara eyðileggja tennurnar. Já, og þetta breytir líka svo mikið ásýnd á fólki og svolítið karakter einhvern veginn. Kom einhverjar óhugnalega hvítar tennur, sko, en þetta er ekki, þú veist, en nú er þetta bara normið. Já. Þú bara ferð á eitthvað skemmtist og það er allir svona. Já. Alveg rétt, sko. Já, og það er alls satt, sko. Svona hörmuleg tannhirða var aðalsmerki í Breta, sko. Já. Þú veist, eins og muni eftir Austin Powers. Já, myndin er bara, já. Það var bara svo breska tennur. Já, einmitt. Einmitt. Það er gott að... Já. Þeir eru að hugsa þetta núna. Já. En sumir kannski að busta meira. Þetta var líka þekkt á Íslandi. Svona törki tíð? Nei, svona kallarnir voru ekki að hugsa sig og svo komu breski herinn og þeir eru myndalegi með tannkrem og fína tennur. Já, þá ertu að fara 30s, 40s, hún tala með stríðinu, setna stríðinu. Bara 40s og 50s og fyrir ekki Já, það voru ameríski hermenn líka. Amerískir, já. Sæði það ekki? Jú, það voru fyrst breskir og amerískir. Ég held ég sagði amerískir. Já, það voru fyrst breskir og svo amerískir. Þeir eru svo flottir og kannski innspóða okkar kallmenn hérna. Já, klálega. Já, ég veist það breytast í brók. Heyri, og svo líka það náttúrulega kanar eru svo öflugir, sko, þeir eru svo góður að komplimenta. Wow, you look great. Já. Love your hair. Já, þeir eru mjög góður þessu, sko. Wow, that's so nice. You have a smile that the whole room glows, eða eitthvað svona, sko. Og bara, og þú er bara að borga fyrir kaffibollan. Já. Þeir eru mjög góður í þessu og þú veist, ég myndi að bara vera íslensk kona fædd ef það í kringu 1945 eða hvernig sem það var, bara allt í að fá að heyra eitthvað svona. Já. En þeir eru bara eldaði meira fyrir mig. Ég brjála mér svo fótbolta. Matur! En hins vegar, það sem ég skil ekki eins og að þetta allt saman, er að enskukunnáttan hefur ekki verið neinann. Nei, einmitt. Íslenska konur 1945 eða kallar kunni ekki raskat í ensku, þannig að ég skil ekki alveg hvernig það hefur farið fram. Það er svona það sem kannski er merkilega. Já, það voru bara myndalegur og góð lyktaðum. Góð lyktaðum, já. Það er bara nóg. Það voru ekki fullir bara, þú veist, alltaf. Nei, einmitt. Ég sé eitthvað spólu þetta, sko. Já. Þá eru bara, allir íslenski alltaf blekaðir bara æland út út og svo koma ég þig bara held að sé svona þarna þessi ósengjum umfjöldun þarna, sko. Ég held að ég held að þessi bara alltaf að vinna. Það voru bara sveitakallar alltaf að vinna. Það hefur bara ekki tími í þetta að kjafta þig. En hinu voru líka búning og eitthvað. Já, og gaurarbúningum. Sexy, skilur. Eins og marknarsbúningur. Býr þá eigu, skilur, og aldrei síðan eitt annað. Aldrei síðan búning. Já, bara síðan bara aðra kallmenn. Ég skilur þess að stelpu vel. Já, engin spurning. Veit ekki hvernig við komumst þú kannski ekki bara farið upp í vél og flói eitthvað skemmtilegt á þessum tíma, sko. Þú fórst kannski aldrei til útlanda. Þú veist, amma mín fætt 1921. Hún fór aldrei til útlanda. Svo var hann gefið eitthvað ferð í 70-samanskjöf, eitthvað til Írlands. Bara nei. Hún sagði bara nei. Það bara haldið í þetta rekord. Já, það er undar. Ég hef aldrei farið í þetta stangað. Hún dó 99 og fór aldrei til útlanda. Þannig að, þú veist, þetta er aldrei kúl. Já, það er undar pínu kúl. Ég hef aldrei komið, pappi ætlaði aldrei í Kringluna. Já. Svo klikkaði það. Damn. Það var leðilt. Geðveitt prinsip hjá honum, þetta aldrei í Kringluna. Já. Svo típi svona kallmaður. Þetta var 87 sko þegar hún opnaði. Ég ætla aldrei. Aldrei. Hann fór síðan aldamótin. Við á systur sem fætt 89, þurfti einhvern að fara að sækja hana og þá brotnaði þetta. Það var 5 ára senna. Nei, hún er fætt, hún er verið 10-11 ára. Þannig að þá brotnaði þetta. Svaka, þú sagði að hann geti labbaðan bæði hvað væri cool. Annarkver lúð á Íslandi og ég segi nú eitt skrítið með mig. Ég hef aldrei fætt í Tenerife. Já, einmitt, þú ert eina þessum. Ég hef farið. Já, þú hefur farið. Ég hef aldrei fætt í Tenerife og ég er ekkert að leiðinu, ok? Þú elskar tenni það? Já, auðvitað gerir bara það. Bara frábært viður, bara flýgur í smá stund, mættir í geðut viður, frábæra gólfvelli. Þetta er líka þeir sem er með tattoo. Það er bara 1% þeirra sem fá sér 1 tattoo. Af þeim sem er, þú veist, þetta er prinsipið mjög mörgum sem ég hitt sem er bara með 1 tattoo. Ég ætla bara að vera þetta 1% sem er bara með 1. Já. Þetta var ekki komið í tísku þegar ég var í þessu. Ertu ekki með neitt? Nei. Þú þurftir að vera í fangelsi eða að vera í einhverju mótorhjólaklíku. Svo myndi maður ekki byrja á þessu 35 ára eitthvað. Það verið mjög skrítið, sko. Það er margir sem með svona mitt fótboltatatú. Þú hefur aldrei verið bara gamli langar í... Já, það var svona seinna, sko. David Beckham var svolítið fyrstur, sko. Þetta þótti mjög skrítið þegar Beckham var aðeins. Hvað er að honum? Er það? Já, það var alveg mjög skrítið á þeim tíma, sko. Hann er alveg allir flúrar, eða ekki? Jú, þú veist, eina konan, þú veist, sem var kannski, þú veist, eins og þegar ég er yngri, það voru bara lesbíur hérna með tattoo og svo Pamela Anderson var með gattavírinn hérna í myndinni Barbed Wire.
En þú veist, maður fórst allir í sund og sást mömmu eitthvað svilaðins með tattoo. Nei, mitt. Þú veist, það aldrei, þú veist, maður fór aldrei bara eitthvað sund eitthvað bara, hún var með eitthvað kanínu á hendinni eða eitthvað, sko. Nei, mitt. Nei. Tíminn er breyst, já. Hún er mjög algengt. Já, það er víst Ég bara las eitthvað 1%. að konur verður fleiri en kallar. Já. Það geta alveg verið, já. Kallar kannski fá sér fleiri ef þeir gera það. Já, einmitt. Konur kannski með mikið af nokkuð litlum. Mikið af litlum, já. Það er alveg svo leys. Já. Þetta búið að vera mjög gott spjall. Ég heldur sér búin að fara yfir víða möll. Já. Og farið Skilum þetta betur. Já, við skilum þetta aðeins betur. Við horfum á næsta leik. Við vitum að það eru 11 menn inn á. 11 menn. Og varamenn tengst ekki vörum. Nei. Þetta er yfir alls konar. Er eitthvað spurning sem við erum að gleyma? Ég held ekki. Ég held við fórum vel yfir þetta. Já. Ég held að allir ætti að koma úr þessum þætti vitandi aðeins meira fótbolta. Já, ég meina, en svo er þið líka, sko, þú veist, konur eru alltaf að vera stærri og stærri markkópur í fótbolta. Já, bara kvennaboltinn. Nei, þú veist, ég á bæði kvennaboltinn og svo bara konur að horfa á kallafólta. Það er alltaf að vera stærri og stærra. Svo er bara, þegar við var lengi vel í þessum sjónvarpsrétta samningabusiness og þeir voru bara alltaf, wow, hvað er marga konur sem horfa á handbolta. Bara í janúar, íslenska landslið í handbolta. Íslenska konur eru fokking trilltar í það. Já, reyndar. Ég veit fleiri konur sem voru á handbolta. Já, ég líka. Já, það er að því að þú veist, það er alltaf eitthvað að gerast. Úslega einföldun. En það er bara alltaf að maður útlöndum, þá maður sína bara, hérna eru tölunar hjá okkur, þetta eru konur að horfa. Bara, wow, þetta er rosalegt. Nú spyrir mig, hvernig er það mælt? Er það að borga fyrir sjónvarpsstöðunar? Nei, ég bara mælt bara í þessum hefðbundu Gallup Konur veit fyrir að taka þátt í þessum könnunum. Já. Ég horfði á handbolta. Góð pæling. Nei, og svo var þetta alltaf í gamla dag, það var alltaf á bóndadaginn, föstudaginn í janúar, alltaf valinn kynþákuvisti maður Íslands og handboltamenninu alltaf. Þeir voru bara í sjónvarpinu non-stop og konur elska handbolta í janúar. Og þetta er bara eins og við sjáum eins og ég voru á Viaplay, að bara við gerum fullt á svona könnunum að konur elska formúluna. Já, það er reyndar, og ég hafði ekki hugum, ég tók bara við þessu og svo varum bara svona að reyna að búa til markaðskannar hver er að horfa þetta, hver er að sjá þetta og svona til að vita eitthvað aðeins hver er að horfa og ég veist að þetta er eitthvað skrítið að stundur að konur séu, þetta er ekki ég veit ekki alveg með þetta. Svo horfum við bara sannreina þetta, það er bara massíft following, ekki massíft þetta á Íslandi en allavega mjög gott following á Formúlu 1 með hvernig á Íslandi. Ég veit ekki. Já, formúlar er hot, sko, já. Ég veit ekki hvað stendur á þessu. Það komið fyrir Netflix-þættir og ég veit að þá eru þið fólk eitthvað frekar invested. Já, það geti alveg verið, en allavega, þá er þetta allavega þannig að það er að horfa á formúluna. Já, keyra ykkur bíla, brum, bara. Keyra hringur. Já. Hljóma vel, sko. Þetta er flott layout, skilur. Flotti bílar líka. Já. Algjörlega. En Hjörvar, takk fyrir að koma tilbúið. Við býðum spenntir eftir að mæta sem álitsgjafar. Já, við erum mjög þegar. Svona sem álitsgjafar. Já, við vorum að pæla, er eitthvað stórt framundan? Er HM, EM? Það er sem EM hjá stelprófum í sumar. Já, gett. Svo er flottasta heimsmeistar á móti sögunar á næsta ári. Það verður Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Í HM í fótbolta? Það verður bara svona eitthvað bila og spila í þú veist, Mexico City, Guadalajara, Miami, New York. Þetta verður bara einhver svona bílaður ívent, bara eitthvað sem heimurinn er aldrei séð áður. Það er á næsta ári, þannig að þú veist, kannski verður að plana það fyrir næsta ári. Þeir eru náttúrulega, þú ert þannig kærasta, hann vil ábúinlega freka frá einhverju töluleikisýningu, en þú veist, eins og fyrir þig að það er kallið með það út og gera ekki skemmtilegt. Þetta verður eitthvað like nothing before. Spennt að fylgjast með því. Mjög spennt. Við förum kannski bara. Ég held það, já. Held við getum gert það. Við segjum bara takk fyrir að koma. Takk fyrir að koma.